Halló. Velkomin á Blámannsstreymið, Blue Man Group. Nei, við erum hérna komin Tekken 7 í þetta sinn. Já. Fólk er ekki alveg nóg ánægt með Tekken 8. Þannig að, já, nákvæmlega. Ég meina, og þannig að við höfum ákveðið bara að breyta til og settum okkur í það að taka Tekken 7 hérna. Hér sjáum við fyrstu keppendur, Wusbobin og Chililoid hérna í Winner's Side. Strákaði með að byrja. Og já, þeir eru frekar sterkir. Ég áhugavert að sjá einmitt Wust spila alltaf Julia í hérna, eða spila hann alltaf Julia? Hann spilaði nokkra karakter í 7, alveg eins og í 8. Já. Það var alveg Fengmain í 7. Já, alveg rétt. Hann var hérna með eitthvað Hawaiian shirt Fengmei átutinu. Já, alveg rétt. Já, alveg, hann byrjaði líka á honum eitthvað aðeins í hérna 8, var það ekki? Já, einmitt. Og Chililoid er á Noctis. Noctis loses Kylum. Það er hann. Það er gott að sjá líka að hann er... Valdi hann bara út af þínu eitt besti gaurinn í leiknum eða... Ja, hann er bara að leika sér sko. Já. Noctis er alveg skemmtileg karakter líka. Ég held hann, hann spilaði hann held ég á einhverju Tekken 7 móti fyrir ekki það löngu, eða þú veist, ekki það löngu, þegar við vorum ennþá með Tekken 7 og mann ég eftir að hann spilaði eitthvað aðeins Noctis. Ekki þetta, flott ég man ekki sidestep. þetta. Held það allavega einhver spilaði Noctis og með minnur hafi verið hann. Hvort var það Háringum eða eitthvað svoleiðis? Gæti verið. Heyrðu, fyrsti leikur gæti verið komin hérna, já, fyrsta round hérna á Wusbobin. Byrjar vel fyrir hann. Sjáum við til. Down back 2. Maður þarf að rétta þetta er launch punch upp á low. Áfram með smá poking hérna, smá poking. Það er flott duck en það gerði ekki neitt. Það er bara kast út safe move-in. Ekkert punish. Já, ég var að búist til punishið þarna á lowinu sko. Low-blokkinu. Þannig að aðeins og safe með follow-upinu en nær running 1+2 og já, það dreifur. Þannig að Óra í forward board 1+2. Hann ætti hann á vekkinn hana. Þetta er ógeðslegt move. Ógeðslegt ógeð hana. Meira við styggilegum hlutum. Nei. Þetta er svo klikka líka. Þetta á parry. Já, hann er með parry. Universal parry. Hann náði mér hérna að Wus á hann í hérna round robin náði mér þarna perfektaði mig með þessu þarna hikki þarna það sem að maður áttu ekki reyna bara að íta upp til að standa beint upp sko. Já, já. Ég var alveg bara nei, hvað virkar þetta? Það var eiginlega eina sem ég ætlaði að vera ekki að reyna að lenda í á mótinu. Það var að vera perfektaður. Það var auðvitað að gera það í fyrsta leiknum. Ég held að gerast líka alltaf þegar ég keppi við hérna Garuda Hrafn í hvaða leik sem það er. Þá næra hann eiginlega alltaf að perfekta mig. Alltaf eitt perfekt. Já, alltaf eitt perfekt. Hvort sé Guilty Gear eða Tekken. Þannig að block conversion hana. Hvað er ógeð? Sidestep þarna kominn. Vekkinn. Já! Ok, flottur. Mér er rage. Reitstar við. Lowið. Nei! Reitstar við. Ekki alveg. Hann bakkaði þarna tilbaka til þess að ná. Komast fram með því. Chili tekur fyrsta leik hérna. Þetta low hjá Noctis er... Það er ekki hægt að low parry þetta. En það er -15. En svo verður maður að passa sig á follow-upið hana. Og núna er það Infinite Stage. Besti parturinn við Tekken 7. Ef ég mann rétt. Er einhver af þessum personum með Infinite Combos? Er það ekki... Hverjir eru? Ég man eftir því að það voru einhverjir sem voru með það allavega. Eða þú veist, það var Eddie sem var ekki Infinite Combo, en allavega þú veist, þau combo sem virka miklu betur með Infinite. Þetta var Eddie? Já, svona spike combo. Já. Ég man að Eddie allavega, mann ég eftir að sé einhverju móti. Yoshimitsu með gott, hann með gott combo í Infinite Stage. Beintið á þessu lói sko. Já, ekki. Hann var það. Og hann reyndi að blokka lóið þarna. Þetta er reaction shot. Ég er ánægður núna. Ég var ekki svo einu sem var perfekt þar á mótinu. Og fór bara bombast counter 1. Smá combo hérna. Það er léttir að punisha K-pop í þennan leik. Það er recovera aðeins hægra. Og aftur. Annað perfekt. Hann er búinn að unlocka eitthvað þarna. Aftur forward 1+2.
Droppa komboið. Getur Vosspopping gert eitthvað hérna? Það þarf að ná alltaf 1 round hérna. Leiði á follow-upið og down back 1+2. Gæti dreipið en hann droppar. Huge launcher. Þarna! Hann ennþá hann inni. Það ekki búið. Hann ennþá lefandi. Magnaði ná svona einmitt. Sem kom ekki þarna í þessu raundi. Flottur. Það getur ekki bungið þetta held ég. Svo gaman að sjá líka alltaf þegar Woozer búinn með bracketið sitt þá fer hann alltaf í einhverju tölvu og fer að æfa sko. Já, hann kann. Það practice alveg skrýmsli sko. Þarf að hita upp þessi gæði. Smá skrifa ból þarna. Ekkert dokk á þessu. En það ekki pönnis að þarna. Gekka. 1 mix-up. En Steppen næri ekki að punja. Tekur samt hann því. Ok. Last round hérna. Í leik 2. Huge launch hana. Droppa komboið samt. Hérna hjá honum. Gótt. Lóið hana, knockdown. Ok, super. Armor. Nei, heyrðu. Ok. Interruptar í stræfið og... Þarna, ok. Bara 1-1. Er Chili að fara að hætta að leika sér og taka svo alvarlega eða? Gæti verið, en hver veit. Treysti sér í einni viðbútt. Stage-lag. Nei, hann heldur áfram í Noctis. Ok. Howard is stage. Þetta er geggja stage. Besti parturinn við stage er náttúrulega lagið, Geese-tímið hana. Já. Ég man ekki eftir, þú veist, hérna, announcement-inu með þessu. Þegar það var sýnt og það ætti að draga frá meira og meira þá til að Geese kem. Það er svo gott. Það er svo cool. Geese er náttúrulega mjög cool líka. Já, náttúrulega, stór partur við hennar leika er náttúrulega hérna þessar 2D personur. Jú. Sem að, ég held að margir eru mjög ánægðar og voru ekki komið tekin á það. Nei. Það voru alveg frekar sterkar allavega. Mjög sterkir, já. Þannig að... Ég var náttúrulega að hugsa hvort ég hefði átt að taka Akuma sko, ég náttúrulega er showdomain í Street Fighter sko, þannig að... En ekki Akuma frekar erfið líka. Jú, mér skilst það, sem er alveg frekar erfið kombo til þess að komast í allavega í þessum leik sko. Ekki í Street Fighter? Jú, það er svipað það er svona, það eru til að chaina kombo og svo getur verið erfitt, það er svolítið svona tight timing á því. Já. En hann er líka, og hann er alltaf með minna lík sko. Það er málið, hann er alltaf með, þú veist, ef allir eru með 10.000 þá er hann með 9.000. Þú næri ekki að launcha þetta, en það tekur hann svona. Counter it up forward 1 minute. Wall combo, Oki. No block, en það er ekki að punna sig. Hellsvípið, já, demamennina, ekki hellsvípið. Gott. Droppa komboið. Ég held áfram. Dokkar ekki hægi og mashar í það. Og er hann counter it launchaður. Það er 2-1 fyrir Chili Lloyd. Mikið sterkur út hérna. Ég held að Vosspopping verður aðeins að smá að lokka inn, sko. Já. Hann er að droppa kombo, hann er svona aðeins sloppir en venjulega. Já. Ég held að sé líka að hann er kannski ekki eins, hann er ekki búinn að kveikja alveg nóg mikið á Tekken 7 í hausnum kannski. Já, ég held að flestir eru ekkert að gera það. Getur verið það. Ég var hefð með það, ég er ekki búinn að spila Tekken 8 þannig að ég er bara svona, er jafn góður ég var. Sem var ekkert svo góður, en þú veist, það er allt í lóði. Ég sá þetta aðan þegar hérna, það voru tveir að taka æfingar hérna fyrir mótið, þá voru mitt að tala bara ég var ít á hít, það var ekki að virka. Já. Þannig að það er að reyna að keira eitthvað í gang sem er ekkert að virka. Þetta er hérna gott. Þú kan segja honum. Gott. Lóið aftur. Guaranteed follow-upið hana. Hann reyndi að gera aftur. Gott það getur þetta. Flott. Armor þarna. Gott call-out. 1 round fyrir Voss. Útrætslóðið hana. Julia er mjög mix-up heavy í karakter og hún er með svo gott approach. Svo þú sér hana forward 1. Í parrið.
það ekki? Jú, annara og huge launch back til hérna. Þetta er mikið hérna. Komboðið. Góður. Hann droppar komboðið líka. Já. Kombos hafa ekki verið mikið meira heldur en svona 3 move eins og allavega. Nei, aðeins styttri kombos. Já. 5 sekúndur eða 4 sekúndur eða eitthvað. Ég er nú samt meira fyrir það sko. Ég nenni ekki að horfa á eitt kombo í marga daga sko. Nei. Það nægt að ná ekki með það. Já. 50% farið. Ógið hana og... Hann er ekki börn eins og það var upp. Setna að hugsa út í hvort hann hefði blokkað ekki. Og parið það þurr. Já, það var Perfect. reynda G-kleppa hann, en það virkar ekki. Full Já, ég er charger þetta chargeað líka, já, ok. Ég hefði fattið fyrir þessu, ég ætla bara að koma til sér. Ég hefði 100% hlupið inn, sko. Ok, Ég ætla ekki að gera eins með þessu. Crotch mixed up. Ekkert punish. Hann ná alltaf að blokka mikið eftir low, sko, en hann er ekki ná að pönsa mikið. Nei. Og down back 2 hérna og... Drepur þetta? Já, hann droppar það ekki. Já. Þú voru á verið fyrir hann. Og já, 4-2 og Chili Lloyd tekur. Fyrsti leikurinn hérna á mótinu. Þeir á Chili Lloyd 3-1. Sveka vel gert samt hjá hérna Vús. Hann ná einu leik og hann nálægt þarna nokkur sinnum. Heyrðu, þá er... Ég ætla nú kannski að setja bracket hérna upp svo fólk getur séð hvað er að frétta. Já. Hérna er það... Næst er það Riceman Pay. Já. Þannig að fáum... Undilega. Þá fáum við Sigurinn hérna á kommentari. En já, sem sagt, Dýrlund var á núna. Riceman Pay næst. Síðan á eftir því munum við fá hérna ídekka NN Kýr og síðan Curryman Saltkeisarinn. Þannig að minni mæting á þessu móti eins og er. Hérna er hann, Sigurinn. Ja, halló. Flott. Vel spilað hérna. Hvað akkur ákvaðstu Noctis? Top tier. Top tier? Ja. Jeg var med vote á Discord-et. Discord-gruppet. Ok. Og mestum vote var Negan, Jin eða Noctis. Já. Ég var að hugsa með Negan. Mér fannst hann er alveg 4 sko. Já. Ég finnst leiðilegt að þeir náðu ekki að mér skilst að, eða þú veist, kannski ekki alveg nákvæmlega eins, en Viktor er náttúrulega svona með þetta sverð og byssu og það er mjög svipað og hérna, og Noctis. Man vantar einmitt þetta svona baseball-kill við Gaur, Baseball, sko. já. Ég held að það vanti núna í þennan leik, sko. En, Ja, Negan líka sko gaman á Tekken 7. Já. Ég mitt var að hugsa mögulega að fara í sko Akuma út af því að ég er Street Fighter-gur, sko. Akuma, já. En ég get ekki ímyndað mér það að ég myndi vita mikið meira. Það var eiginlega bara svo ég geti notað DP og Fireball. DP, Það var eiginlega eina sem ég myndi vilja að gera. Ja, hérna- Akuma sé broken á þessu leik. Já, en þá þarf maður held ég að kunna á leikinn til að sé blokkin. Þannig að það er kannski eina sem ég hefði stoppað mig, sko. En hérna Riceman Pay, hvernig býstu við að þetta muni fara? Ég held að Riceman ætla að fara í Lee, held ég. Og Pay annarkort Kazumi eða Heihachi. Já, ég hef búinn að sjá hann vera að spila, hann spilaði líka hérna Geese líka. Jú. Þannig að ég veit að það er líka eitthvað sem hann mun mögulega hafa hjá sér. Nei, ég held Riceman að fara í Kazuya. Já, það var beint í Kazuya. Hann tók nú nokkra í bracketinu, sko. Hann tók Paul og Brian og Kazuya. Hann tók held í Kazuya bara alveg í lókn. Nei, það er Kazumi. Já. Jú, hann er að fara í Kazuya. Já, nei, ég man eftir að Pei stóð sér líka mjög vel einmitt hérna á mótum hérna fyrir á Háringnum eitt árið, held ég hann hefði lent í 3. sæti. Jú, hann spila Armor King. Já, alveg rétt. Það er spenntur að sjá hvernig þetta fer hérna hjá þeim félögunum. Ég er náttúrulega sett að tournament mótarna, það þurfum allir að horfa alltaf á cutsceneinn. Já.
Það er fínt. Það var Kazuya hans að orða farma. Hann er alltaf á farma. Ok. Nice dunk på tur. L-shape. Oh, det ligger risky wall standing tour. Punishable or block. Get it after. Okay. Kom inn. Oh. Döður. Ja, han är död. Nej. Það er hóið. En, með því. Round 2. Fight. Þegar eins og hann kveikja á sér, ég held einmitt að hann, ég man ekki hvort hann hefði tekið, eða tók hann Kazuma einhvers staðar í bracketið það? Helt där, jag sa han pick out Kazuya. 50. Nice. Eitthvað 55. Já, ekki svo leiðis. Létt 50% kombo hérna. Já. Oh. Nei, ekki að halda áram. Nej. Komum í vegginn? Nei, Half heldur sweep. Follow it. Yes. Nice. Round 3. 2-0 fyrir Reisman. Back 1+2. Nóg að gera hérna. Við kombo hérna hjá honum. Haldur hann smá pressa á honum. Gott low block. Nice goal. Electric droppa hann. Bara beint inn í smetti á honum með electric. Hann gæti... Nei, ok, ekki nótur að eina drepa. líf. Nei! Low block. Nei, hann verður ekki fara að blokka low tvisvar. Fight. Það er eins og þetta tap ekki í næsta rándi. Já. Counter hit. En þú getur sjá key charge núna, sko. Já, stór damage, sko. 50%. Já, létt. Enga heat. Nice. Key charge? Nei, ok. Nei. Nei, hann er ekki að gera það. Ég sá nú að þegar ég tók við af einhverjum áðan, þá einmitt fór það í, þá var einmitt key chargeið, sko, á takka. Þannig að það var einhver sem setti það sérstaklega á takkan fyrir það. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7, Geese Howard. Kazuya Geese Howard. Þannig að færa sig í gísinn. Island Paradise, segir þið. Þetta er geggjaborð. Já, flott borð, segi ég. Kannski ekki, ég veit ekki hvernig spila á því. En það er gott, hérna, skemmtileg tónlist á þessu líka eitthvað. Var þetta seinasta DLC? Kom þetta ekki með? Jú, ég held það. Kom með Julia og hérna... Nei, það var... Nei, ekki Julia heldur hérna Lydia. Jú, Lydia og... Var Kuni í seinasta? Nei, hver var seinasta? Fight. Kuni var seinasta. Já, var ekki... Já, Kuni og hérna Lydia. Þær voru í því patchi. Nú þarf hann að fá að gera eitthvað með gísinu sínum en það er Ræs ætlar ekki að leyfa honum það. Smá poke. Það var safe. Það er poken. Hann er komið með 1 bar. Gold block frá Reisman. Og hérna, já. Round 2. Rush? Nei, hvað heitir þetta? Nei, hérna... Heat Drive, sorry. Nei, hvað heitir þetta? Rage Drive. Rage Drive, takk fyrir. Ég var að meina hvað það hétt. Þetta var alveg stóluð mér. Gekkja flott kombo hérna komin á vegginn. Já, nice. Brítur, yes. Hérna kemur Tekken 4 inn. Nei, það er ekki grapinn í jörðinni. Náði ekki barið. Það er alveg að vera að koma 2 líka bar hérna. Nice. Já, Max Mode komið í gang. Gold step. Droppa inn. Heyrðu. Nice. Hann getur þessu, nei, halda sér. Veggurinn hjálpar hann þarna. En... Punish. Gott. Og hvernig setna, heyrðu já, ég átti að gefa Ræs senasta leikin, já. Já. Það hluti að vera eitthvað. Ég taka það frá honum. Nice, guaranteed.
Turbo. Erfið stað til Það Nei, nota- ok, hoppið, gott hoppið niður. Það er að nota... Þú er að fara að nota þessu töpar, þú ert. Já, Turbo. Og Rage. Nei, hann gæti drapa. Nice. Já, já. Já, Yes. ok, nice. Já, það var að segja, það var gott núna að byrja Fireball spammið, sko. Fight. Meira. Nice. Nota ekki bari. Nei, seifa. Nice. Úi, gott á henni. Gott Nice. low hérna til að gera, gott pick-up á því. Hún er vegginn. Hanna. Nice. Yes! Let's go hérna, senasta round. Þeir er ekki dottin út ennþá. Aðeins að ranga við sér hérna. Þeir að fyrir að réttu persónu sína. Þetta kemur ekki í shenanigans. Já. Þetta, gott kombo hérna. Þetta voru samt bara létt 40 sko. Þetta er Jú. ekkert eins og Kazuya 50 sko. Eða Akuma 80 eða hvað sem það var mikið. Þetta er svo mikið líka svona óra dót sko. Þarna, lóið, ok. Hey, hey. Hey, hey. Give in to your fears. Og þau flottir hérna. Stendur vel. Gott switch greinlega. Úr Howard Estate. Já, nú er hún komin heim af öll líka sko. Já. Þetta er erfitt. Erfitt fyrir Ræsmann. Og hérna special intro. Já, auðvitað. Yes! Nice. Bring it on. I'll destroy you all. Round one. Fight. Finnst líka gott að búningarnir eru svona ágætlega, þeir eru svona stíl. Já. Það er fjólubla suit sko. Það er sem nefnir í vegginu. Góð Sweet. Hérna. Ú, hann er ekki með bar. Ú. Rindi. Mínist þannig til þannig á. Fight. Gott lag sko. Já. Ok, komið bara. Hey. Ú, nice. Ú, nei. Perfect. Ég held að þetta sé mínus 15. Fight. Nice. Ok. Hann kemur. Já, já. Ah, Bæði hann. það fæði þarna. Komið tvö bann, hún fyrir að örugglega fara eða þið brála. En hún fær ekkert séns á því. Nice. Góð block. Round four. Fight. Max, Hérna. þú ætti nú að fara að nota þetta bara eitthvað. Jú. Það var að nota það einhvern tíma. Svona. Já, já, já. Nei, droppa það. Menn í vegginn. Það er á einhverju góðu. Úi. Náði með second hit. Þarna. Hérna. Nice. Góð damage. Nei, Nei, ekki nokkuð. Því miður, hann er ekki dottinn út. Þú getur alltaf treyst á... Nei, þetta Var verður að segja, þetta ekki low crush? I mean high crush. Þetta var rosalegt. En Ræsmann tekur leik 3 hérna, 2-1. Match point. Get ready for the next battle. Spántaðan Ræsmann. Heyrðu, hérna, Unstable Loser, best stage í sögu Tekken. Já. Þú verður að sammála því? Jú, ég er sammála. Come on.
Gott að þeir allavega löguðu þetta. Ég hef náttúrulega búið að brotna þarna eftir þessum sprengju þarna eða hvað sem það gerist. Það er gott að í Tekken 8 þeir eru búin að laga húsið þarna. Jú. Núna er komið í lagina. Nice. Það búið low, ok. Blokkið það. En nýtti. Hann er döður. Nei, hann droppaði. En hann kemur að næri því allavega. Round 2. Fight. Health-sweepið komið. Mix up. Annan health sweep. Nei. Ég verði smá stund bara ekki byrju. Ég held að kontrólinni var dottinn í sambandi hjá hann og hann bara stóð þarna. Það var býða. Já. Nice. Enga perfect electric. Hann tók nú alveg klikkuð perfect hérna á hann Já. sko. Hérna í bracket á móti Moose sko. Ég held að hann nú bara hitið. Magic 4. Yes! Round 3. Fight. Match point fyrir Reisman. Back on +2. Meira. Og svo, hei, þú verður nú að gera eitthvað stórkostlega hérna. Já. Það kom með þér. Já, nice. Þarna. Moose. Góð vörn líka bara að náða að halda sér í burtu frá Já. það Reisman. Hann er að bakka sig. Hann er með smá life lead. Báði í rage. Rageið hérna. 8 sekundir. Bakkaði bara. Nei, hann er ekki heigut. Nei, hann er ekki heigut sko, hann fer inn. Flott hérna. Næróndi, hann er ennþá henni. Stuttimeter, akkurat komið meter hérna. Það er ekki strax. Hey, ég er með stórt life lead. Nice. Rage. Gott hönnvis. Rage. Nice. 50%. Já, já. Og hann gæti punish hann alveg. Új. Þarna er komið. Sjá þetta. Mikið í lokin. Og þetta er búið. Þetta er búið, segi ég við hann, því miður. Ótrúlega vel spilað. Stóðu þessu vel báðið. Líka, ég var bara spenntur að sjá. Ég var einmitt, þetta þarna í lokin, góð comeback þarna hjá Peyja en ekki alveg nóg mikið til þess að geta slitt upp fyrir þetta. Þá er næst Ideka, ég veit ekki hvað ég sagði þetta svona. Ideka og NNGyr. Endilega kíkið hérna. Við þurfum að fá ykkur á streymi. Við þurfum að sjá hvernig þetta fer líka. Þeir eru báðir sko kúni. Þannig að þeir voru með að tóku nokkra leiki hérna áðan þannig að þetta er að vera mirror hérna. En flott hérna við þá fáum ótrúlegt þess að ég veit ekki hvort þú trúir þessu. En Winner Finals, Chillout Reisman. Wow. Það er bara fyrir það næst. En ég verð ekki séð það lengi í Tekken 7 allavega, eða ekki? Við getum verið spennt við því. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig það fer. En hérna Ideka og NNGyr, ég ætla að skrifa hérna inn á þetta dótina.
En já, þetta er Kuni Kuni. Hvernig finnst þið það? Þegar það sé skemmtilegt match að horfa á. Hvar er Kuni? Er hún alveg, hún er þarna á einhverju topp, ég bara sé, náttúrulega, ég sé alltaf bara topp-gaurinn að spila hana. Já, Það Kuni hlýtur að gefa í skyn að hún er top tier. Axla nota hann á Evo. Ertu spenntur að Kuni komi í Tekken 8? Ekki alveg sko. Nei, leiðilegt matchup eða? This tournament 7. Leðilega matchup fyrir mig á Tekken 7. Já. Allavega, ég var að keppa á hann allavega í Ídeka og ég var ekki að hafa gaman, sko. Ég skal alveg segja það. Þannig að hérna menn að velja að taka hann síðan. Með á. Ég veit það nú, setja hérna alveg, það er þetta. Svona. Ég veit ekki hvað þetta er innan. Kunimitsu. Get ready for the next Þannig að kemum við inn í leikinn. Loser round 1. Ídeka gegn Ennenkýr. Já, herru, ég þarf eiginlega, hvernig voru litirnir? 怪盗国光参上です怪盗国光参上です Round 1. Fight. Okay, nice. Edika er í til vinstri og NNK er hægri. Þetta er ekki gott, eða? Jú. Já. Það veit fólk hvori hvað. Gríman farinn, strax hérna. Gott armor hérna, ekki nóg til að drepa það. Þeir var báðir eitt líf eftir. Og, já, það Ídeka. Nær hérna alveg í lokin. Round 2. Fight. Sko, það sem að mér finnst mest pirrandi við Kuni er klárlega þegar hún kasta hnífnum hann, það sem er bara byssu, sko, þá Já. teleportar hann inn, sko. Það er náttúrulega bara fárlega smúl, sko. Nei, heyrðu, ok, gott. Gott grab hérna, já, throw. Nice. Oh, nice. Low. Low counter hit. Þetta líka, já, þetta er ekki counter. Ok, þeir Já. báðir bara teleport. Já. Og það eru menn með sömu heilasölu hérna í gangi. Nice. Hann droppar upp í miður. Og ég held þetta sé að launch punish. Ég bara ná þessu hérna, góð pressa hjá honum. Aftur. Ég trúi þess ekki, aftur. Aftur í slow motioni. Round 3. Fight. Gott neutral hop hérna. Þetta er, eru þeir að spila Smash eða? Hvað, akkur eru öllum svo hopp í gangi? Þetta er eitthvað annað. Þeir spila aðra leik. Já. Nú skil ég held ég af hverju þú ert ekki spenntur og komið í átna. Bara við að horfa á þetta. Nei, ok, hérna, gott combo, byrjun. Nei, þið droppar því. Það veit að Ennenkýr var spenntur að hérna, Kuni var að koma í með Tekken 8. Það er spurning hvort að ég get alveg trúið því. Ok, geggjað, flottur. Nær hérna Rondi. Round 4. Já, það er spurning líka hvort að Ídeka núna eftir Tekken 7 hvort að hann muni mögulega taka hana líka inn í rosterið hjá sér. Já. Passar mjög mikið við hina persónu sem hann spilar. Jú. Þannig að ég gef mér ekki óvart. Nice. Pók hérna. Flóið. Núi! Það er aftur. Við Ídeka fara að vinna aftur með hérna slow motion. Ekki nóg til að drepa! Þannig að þið lóið það getur mjög eitthvað. Nei! Oi. Þeir eru að báðir pínlítið eftir. Jú. Það er bara fyrsta mannski sem kastar hnífnum sín. Já, ok, það er þetta. Bara Því miður. counter move. You win. Ídeka tekur fyrsta leik hérna. 案外簡単でしたね Sýsilegt. Devil's Pit. Get ready for the next battle.
eru bara peppaðir yfir því greinlega. Kaito Kunimitsu 参上です Núna þegar ég sko þarf að horfa alltaf á þetta, þá er nákvæmlega Já. að breyta út tournament, カイト国光 Mhm. 参上です fara úr tournament mode svo að fólk getur skipað. Fight. En verstaðið nefnilega mitt bætt ekki við þessu sem er Tekken 8 núna, sem að bara aftur nema bara kemur random map. Jú. Það er mjög sniður. Ok, flott hérna byrjun. Þetta er kannski mappið hans. Kannski var það málið. Nice. Gott kombo. Flottur. Og hann droppaði samt. Oj. Góður. Nær hann að... Nei, ekki nær ekki að klára. Ok. En hann gýr. Fyrsta round. 2. Fight. Ég held að hann við hugsa að kontrólan hefði dottið úr sambandið eða eitthvað. Nei. Þannig að hann skildi ekki af hvernig hann stóð kjör þarna. Hérna kemur. Og droppa samt. Hún er vegginn. Ok, komin út úr veggnum. Út úr vegginn. Ok. Ekki nefndi þið aftur. Nei, lóið, ok. Gert hérna. Round 3. Já. Hérna kemur Infinite Stage. Já, er þetta Infinite? Já. Ok. Já, það Infinite. Minn Wallace á fyrsta 2 eða 3 round. Áhugavert. Og heldur þetta áform í þessu alla næstu 3 eða? Já. Ok. Þetta fuck move. KO. Ok, hann er kominn í round. Round 4. Fight. Kominn meira. Hvað er það? Geðas. Ég veit það ekki. Nice. Gott Ó, pick-up það er líka góð. þarna á þessu í lokin. Það er bara eitt hit hérna. Mhm. Ok. Það er þarna. Nei, og rushaði aðeins á rattinn. Lóðin er honum. Final round. Final round hérna. Það eru svo mikið af hlutum í gangi hérna. Ég held hvað maður á að koma þetta á. Nei! Ok. Er þetta þró eða? Jú. Ok, flott hérna, hoppið við lóið. Það getur verið búið. Yes, nice. sir. Það var góð pick-up. Já, algjörlega. Við tekum til leik 2. 案外簡単でしたね Við erum núna áfram í... Hvað maður fáum við núna? Nei, heyrðu, ok, Níken borðið. Já. For the next battle. Kaito Kunimitsu 参上ですKaito Kunimitsu Við erum með sama intro. Já, líka það. Round 1. Það er vest að þetta mirror dot. Já. Ok, 行きます við erum ekki að halda á það. Ekki lappinn. Hann er bara að lappa inn. Ekki lappinn í hakkavélina. Það er bara... Þessi hakkavél lítur eitthvað svo alluring út. Það fara inn. Nei, það er ekki meira. Það er sýtt til þess að koma inn. Meira, hann er fastur í veggnum. Hvað á hann að gera? Ok, flott. Nice. Kominn. Hey. Ekki út að taka. Það er eina sem maður getur sagt. Round 2. Fight. Líka lítið mjög sterkur út hérna í þessu allavega. Mhm. Og náði ekki að picka upp. Hún er svo pirrandi múf að horfa á.
Nei. Ó, já. Já, verður hún ringluð eins og Yoshi. Yo. Já. Nei, hún er ekki að... Hún er ekki að móið þarna, þá held ég að það virkað, sko. Hún er ekki það aftur. Fight. Og toppið er... 行きます Ég er alltaf Nice. búist við að því að var að lappa inn í þetta, sko. Gæti verið þetta síðan búið hérna hjá honum. Ef hann fyrir ekki að ná að gera eitthvað gegn þessu. Já, já. Nice. Koma svo. Nei! Hann droppaði. Hann ætlaði mögulega ekki að gera þetta þró. Það sé búinn. Jú. Já, já, já. Og þarna er það. 3-0 fyrir Íteka You win. á mirrorunum. Vel spilað hérna 簡単でしたね hjá báðum. En þá er það næst Currymen Saltkeisarin. Jæja. Talandi um hakkavélina. Ég er bara á leiðin í hakkavélina, sko. Og það er ekki bara út af því að þú veist, einhver sérstök move. Ég er bara... Þetta er bara... Ok, við fáum þá bara næst. Ég ætla að setja upp hérna. Og ef einhver vil koma á kommentari þá er það velkomið. Svo chili sé ekki hérna einn. Endilega. Halló, halló. Hello. Halló, halló, yeah. I need my... Did you call me white? I mean, you have a white outfit. Right, yeah, sure. What is this game, man? What? What is this game? Yeah, I got it. the game you're playing is Tekken 7. Some might say, some might say. Games, bracket, intermission, commentators. Whoa, look, it's us. Whoa, I'm doing OBS things. Isn't that crazy? And this is to look at the bracket. Look at that. Look at the bracketing. Yep. I gotta go up against was Bobbin next. With Robin. Yep. Oh boy. Oh boy. That's fun. That's fun. Let's do an epic 2-window transition here. Look at that. Look at that. Look at our players setting up, getting ready. Yep. What did you think of my Cooney gameplay? That was good, actually. Good? Yeah. Don't lie to me. Don't coddle me. Yeah, I have no idea what you do. Yeah, no, I don't either. That's sort of the issue. I was literally figuring out the character as I was playing. Oh. I was like, oh, cool, right, yeah, right, I do that, right. Y'all look bluer than ever, yeah, why aren't you here, Robot? Huh? You could be blue like the rest of us. They put blue lights just all up over here, so everyone is now bathed in a light of blue. The Tekken community in general is also just blue, so it fits. Yeah. Supposed to be getting a balance patch mid-April. In 8. oh, Not really? 7. Dear God, no, we're not getting another balance patch in 7. Oh, Imagine. oh, is the game starting? Oh my God, they're both playing Cooney! In the twist of the century, half the participants are playing Cooney! Just press the pause button! Oh wait, tournament Yeah, mode! it's A tournament tournament mode! Yo, I've been doing OBS stuff, don't worry, don't worry. But it's way funnier to look at you scramble between things. Even when he's over there, he's directing the... Yeah, I see that. But we got this, yeah. Technical difficulties, unfortunate. Seems to be controller issues. Mm-hmm. Anyway. Who would think that would happen with trying to force, like, a bunch of different controllers into one device in quick succession and hope everything works out? Sometimes it doesn't. And they're booting up the game again. Do you miss Noctis in 8? Do you want him back? Yeah, I want him back. Why? Why? F2 and then Majestic Order. You're not playing Jin though. Why is that?
Because I made a vote on my Discord group. You Yeah. So I had Negan, Jin, or Noctis, and the most vote are Noctis. Okay, so you just left your fate up to. Yep. Let me see if you. Yep. There you go. Yeah, you can see. Yeah, that's not. Noctis in the middle. So we can blame democracy for him playing. Yep. You Noctis. can blame my fan. Not feeling it, VH. I like watching. Oh, they're playing. Uh-oh. Oh, they playing. Oh shit. We got it. We are on top of this. Let's go. Nice. Game 1. Bob versus Yoshi. I'm excited for Bob in Tekken 8. I'm excited for Tekken 8 to be a good game again. Oh, look at this. All this rolling. I have no idea what's happening. I don't understand this. Okay, Flash. Bob yeah, is all there we about go. speed and weight. That's his gimmick, yeah. Flip over. Okay, seems crazy. I think that was an easy Oh, more 50% damage here from one combo. Hit him with the bullshit. Let's go. Let's go. Oh, hey, Inge. What's good? What's good? Get home safe, I would assume. Ooh. A jump kick. Okay, that still launches in this game again? Yep. Okay, good to know. For that, never. That's gotta be a -13, right? That power crush mid? Yeah. Ugh, no launch. Okay, mid-high string. This string that he kept hitting me with, I don't know what it is. Ooh. Oh, the flash. You do so well, and then Yoshi presses the flash button, and suddenly you're moving. Ugh. But in this game, it's always launched. Oh, that's cool. That's so cool. Why do people miss this game again? Nostalgia. Okay, fair. Ooh. There you go. Oh, That's that launch. launches? Yep, that's launch. Or if you don't break it. Well, I hope he wouldn't launch on break. Imagine that. Ooh. That's all? I think that's Okay. guaranteed. I'm not sure. It has to be only on counter hit though, right? Yeah. Oh, There you go. How I missed the little combo thing and punish Yeah. and counter. People got so upset when that was introduced, but it was so helpful to a newbie at me like me at the time. There you go. Use a rage stripe. I think that's nice. The wall splat? Okay. Knockdown on Oh, counter hit. okay. The get up kick. What? Yoshi's costumes in this game, man. Yeah, it's pretty weird. Someone showed me the abomination that was one of the King Alts, the realistic Jaguar, full body Jaguar thing. Have you seen Giga's outfit? No, I haven't even seen Gigas. Yeah. Is that something to behold? He has like a blocky outfit that I don't know how to describe. So he looks like Steve from Minecraft. Yeah. Okay. Round 1. Fight. Look at these jabs, or maybe, I don't know, maybe they're jabs. The jabs! Ooh, Oh, counter hit counter hit. launcher. Okay. Ooh. Whoa, jumps over that. Ugh, okay, that does that. Nice. Maybe that was guaranteed. I don't know. Ooh. Okay. Was Okay, that Grand launch dodge. punishable? No, that was a random hop kick there. Okay. Oh, the second hit without No sword stand. no sword. Yeah. Ooh. Oh, nice. Nice combo. If you say so, I believe you. The jump over into the this was all. Oh my god! The spacing on that. Oh, try to grab. The micro duck. The absolute micro duck. Ooh. We forgot to change the scoreboard. I don't believe in scoreboards. They Round just 3. confuse things. Fight. Okay, we won. There you go. Pow. Ooh, the Ooh. perp still launches. Classic. Oh, if you block this when he does a cap-out thing, Huh? it combo. It gets a combo on block? Yeah. What do you mean? What do you mean by that? What do you Yeah. what do you mean? And what happens when you get hit? Just get knocked down. So it launches on block and knocks down on hit? Yeah. What do you mean?
What do you? I don't understand the words you're saying to Yeah. me right now. Yeah. So you get punished for blocking it? Yeah. No. What, Yeah. What do you? Ready for the next No. battle. No. Miguel has an actual golem outfit, and one of his stances is called Golem Stance, if you can believe it. I believe it. I believe it. You gotta understand, Robot. I have no context, so you can say whatever you want, and I'll just believe it. Like whatever BS Chili's trying to sell me right now about getting launched on block. What, on the wake up option, you said? Yeah. The spring kick. The spring kick on block Yeah. launches? Few characters I does that. simply don't believe you. I simply do not believe you. There must be more context to this. And that was okay? Yeah. Oh, back Ooh, throw! back throw, let's go. What a lame back throw animation, though. Oh my god. Yeah, he just. Oh, nice. Wait, Ranger! that's a foot. Oh no. Oh. Okay, combos. We got combos up in here. Do you, Deca, about you have a potential breakdown from Tekken 7 mechanics? Yeah, I mean, I have a breakdown pretty much anytime I try and play the game. You need to sidestep the kick up though to avoid the knockdown and the combo. So you just get punished for knocking them down. You are now on the defensive. Is that what I'm hearing? That's crazy. Yeah, few character does like Yoshi, Claudio, I think, and Finn and Paul. Jesus. That's such a ridiculous. Maybe Miguel as well. That's such a ridiculous set of words. Round 3. That you have an option that launches on block on wake up. That legitimately just does not compute. Ooh. All right. Oh, nice. Ooh. I don't know what's going on here. Ooh. Nice. Speed and weight. Look at all it keeps going. Nice break. Break. Oh, get caught by the breath, Round the 4. stinky breath. Alright. Does the Fang not launch? Was that a combo? The Fang's not launched, brother? I don't know. I'm not sure. I still don't know if I believe you guys. I'm gonna be honest. Ugh, What is just going keep on? bashing him over the head. Poor man. Alright, I'm gonna update the scoreboard. I think that's 0-3. Was that 0-3? Yeah. Shit. GG's. I simply... this friend doing strings. Yeah. Doing strings. I'm still processing them, so I still don't quite understand. Oh, you don't believe it? I genuinely don't believe it. I think I'm missing context. I refuse to believe you get launched on block and it's not like is it an unblockable then? Hmm? It's an unblockable then. Yeah, basically. It's an unblockable launcher on wake up. Yes. That some okay. Där spelar. Oh wow. Well, I'm getting kicked out of the tournament soon because I'm gonna lose. Have fun. Maður má ekki vera of lítið með þessu. Ég sá alveg, þetta var alveg kortir ég að vera að ná honum, sko. En já, næst fáum við, já, þetta er ennþá á þessum skjá, já, Björgen. Næst fáum við, já, Wúsbófin Ídaka er næst. Þannig að ég er spenntur að, Ítika, ok. þannig að það verður áhvert að sjá. Já, ég ætla kannski bara að setja upp hérna bracketið aftur. Hérna það. Kannski að refressa þá fáum við hérna stöðuna á senasta leik. Svona. Þannig að næsta er Wúsbófin Ídaka og síðan
Teigi Curryman hérna og það er spurning þá hver kemst áfram í það. En hér við erum spenntir eftir að sjá Húni gegn Julia, myndi ég halda. Menn komum að koma sér fyrir til að gera sér tilbúna í Welcome to the Næsta leik. King of Iron Fist Tournament 7. Það var að coacha það. Ég held að Teigi var að fara að mæta að coacha hérna menn. Er hún ekki? Já, ok. Það er ekki stærna. Get ready for the next battle. En hérna förum við inn í næsta leik. Býtum við, já, það er búið að breytast eitthvað. Hvað er þetta? Sett upp hérna? Hvað býtum við halló? Hvað er að gerast? Hvað? Oh wow, Hvaða- Kuni versus Kuni after. Kúni brjálæði er þetta hérna? Og núna, ég veit hvor er Ídeka. Ég ætla að setja hann aftur sem White. Round Já. En hérna, fight. Lots of boxes this match. Yep. We have 3 players that plays Kuni. já, algjörlega. Það er búið að vera nóg mikið að því. Yeah. Round 2. En fyrsta round á Woosbobin. Nice. Hann er kannski bara að sína bara hvernig maður á að spila þessa persónu. Það svona, hvað er það? How's that? Hann náttúrulega er mjög góður náttúrulega, þú veist, æfir mjög mikið, eða svona, þú veist, lærir á flesta persónur þetta. Jú. Til þess að vita náttúrulega hvernig maður á að spila þér og spila gegn og hvað. En það er nóg að gerast hérna satt. Nice, good block. Flottar róinni. Ok, Ídeka flottur hérna. Tekur round. Round 3. Fight. En þá meira einhverjum hopp og skoppi hérna. Mhm. Góður. Hérna, Nice. ok. Ég er Gott ég er combo. búinn hérna. Nei, ég droppaði. Droppaði. Hérna náðum snú, getum við satt haldið á henni. Já, já, hann er hérna. Round 3. Round Á 4. Ídeka. Fight. Ég var nú líka búinn að taka alveg smá æfingu, sko, en ég meina, hann talaði samt um það að honum fannst þetta nú ekki alveg eins, svona, hann náttúrulega kemur inn í Tekken 8, sko. Þannig að það var, held ég, smá learning curve að vissu leyti, en ég meina, hann getur náttúrulega gert combos, það er nú, Jú. sérst, við myndum bara aftur. Oh, gold. Það var gold launch. Oh, Ídeka droppaði aftur. Já, já, bara fyrst að reyna það aftur. Svo getur hann hægt að blokka. Þarna, ok. Nice. Ídeka tekur fyrsta leik. Ætli Woos taki þessa tilraun þá bara tilbaka og いつでも受け付けますよ fari í einhver aðra persónu. Já, Welcome to the King of Kunimitsu. þá get ég tekið út þessu hérna nöfnin hérna á þeim. Chang. Get ready for the next battle. Hann fyrir nú að Julia. Núna fyrir hvað að gerast. 怪盗国光参上です Hann valdi ekki rétta búning, núna er hann að fara að tapa. Yep. Round 1. Þannig virkar þetta. Fight.
Flottur. Pressa. Þó hann sé ekki Nice, búinn, launch, kannski var good þetta bara launch, stoppaði samt. komin í bakki í törnið. Nice, þetta er búinn. Já, Nice. Það var bara þess ekki. Round 2. Fight. Flottur. Það komast alveg. Kannski enda að reyna. Finnst þér erfitt þegar þú tekur, sko ég heyri það að ég fer ekki mjög oft ofalega í bracket sem ég Mm. en finnst þér erfitt að taka, þú tekur leik og síðan eru, 5 leiki búnir eða eitthvað í top 8 og síðan þetta spila aftur. Já. Ertu góðan smá kaldur? Já, stundum. Ó, Ekki náðu að drepa! Búið! Nei! nice, þetta er. Ó! Já. Næru því. Já, 2 hérna. 3. Fight. Búið. Komið beint í knætti á honum. Hérna, round 3, Wúsbobbin. 1 round frá því að ná þessum leik hérna. Nei, heyrðu, ok. Flottur. Á, stoppaði. Það er ekki að halda áfram. Ná. Ég veit ekki Sidesteppin. hvað move var þetta. Ég hef ekki séð það. Meira. Já. Það er ekki vegnum. En það er alltaf góðu. Ok, Nice. lítið eftir. Kominn reit samt sem aður. Það nýtti sér það. Nice, Í, good ok. launch. En samt droppaði aftur. Já, ég veit ekki alveg. Hvað ætti hann að gera þarna bak við? Eða eftir þetta segja. Ég veit það ekki. Ég held að hann gæti notið Rage Drive. Já, ég var að hugsa það. Já. Reynstræfið, eða jafnvel bara, hérna, heldur að Rage myndi ná það langt? Er það ekki dálítið svona, nær það ekki ágætlega langt? Reynstræfið sjálft? eða? Já. Það hefði kannski verið pælinga að hann geti gert það líka hérna. En það er 1-1. Julia greinilega rétt ákvörðun hjá honum. 怪盗国光参上です Stream is live. You ready? Round 1. Ég held að í lokin þá þetta að vera svona 5 mínútur sem er bara við að horfa á þessu cutscene, sko. Já. Það er alveg búið búið, sko. Það er hvert einu sinni sem það skiptir mapp og eitthvað. Hérna á Final Fantasy mappið mitt. Mhm. Þarna. Þetta er kannski það sem hann er búinn að vera að reyna að gera. Jú. Þetta getur kannski verið líka í flottu ökk þarna undir þetta. Komið samt alveg vel í hornið. Veggurinn eitthvað að stríða honum. En Já. það er að halda áfram. Flottur. Oj. Það er ekki að halda áfram. Snikupinn eftir þetta. Báður Báði rage. Rage. Lítið eftir. Nice. Round 2. Fyrsta round á Wúsbobbin. Vera hérna inn í veginn. Nice. Hvað er þetta í vegginn? Nei, droppaði hann. Launch up. Já. Það er að klára þetta, er það ekki? Jú. Nei! Nei. Ég held að ef hann hefði kastað 19 þá hefði virkað. Ætlar hann að gera, hann ætlar ekki að sína. Það var að vonast eftir að það myndi ekki vera að byggja upp þarna. Nei, ekki lifið sig enda svona. Lítið eftir. Nei, þetta! Oj. Tók þarna rétt Round 3. yfir hárið hennar. 無駄だ Flottur, ok, gott hérna. Kombós. Já, vel Nice. gert. Jú, perfect meira sér. Ég var að passa mig svo mikið að vera ekki perfect að vera steina á hann, sko. Nú. Það var bara, það var nummer 1, sko. Ég var alveg í hættu þarna á einum tíma, sko. Flott. Ok. Klára þetta hérna. Þetta. Já. Flottur. Wúsbobbin tekur leik 3 hérna, 2-1. Thank you, Spirit. Bara match. Leik.
Ok. Hérna. Leikur 4. 怪盗国 Ætli 光 Ítek að nái 参上です að snúa þessu við gegn Woods hérna. Er þetta Lee bot? Jú. Var þetta combots þannig að baka? Jú. Já, ok. Ég er alveg búinn að gleyma meira utan að sögun í 7 sko, fyrir utan það að, þú veist, Hey Happy Já. og Kazuya partinn. Það er svona eiginlega einu sem ég vann. Já. Ok, perfect. Nice. Perfect. Já, Woods poppin. Það standa sér rosa vel hérna. Ok, gott. Þessu áfram. Nice. Náði ekki vegginn. Nice. Aftur, vel gert. Springi ekki þetta, komast upp. Þannig er rosa reyndi þetta á hann. Hann er alltaf að... Új, ok. Gott pick up hérna. Ég held að það sé búinn ef hann næ vegginn. Jú. Leggur. Já. Gott kombo þarna. Við klára þetta. Komin á set round hérna. Finnst samt svona eins og þegar, já ok, ég ætlaði að fara að segja að núna var þetta alveg gott kombo hérna, Já. 40-50% eitthvað hérna. En ég ætlaði að segja að þetta er mjög mikið eins og þessi kombos hjá Ítek að séu svona smá eins og flugubit á Woods-bobbin. Ok. Új, þetta var unblockable high. Já. Nei. Hann er ekki búinn að nota þetta nógu mikið, þetta er svo Nei. pirrandi move. Já. Round 4. Fight. Good. Slætið. Follow upp þarna. Gott. Nice step. Ok. Það er vekk. Jú. Rétt missir af. Herru, þetta er búið. Held það? Jú, þetta er búinn. Nei! Nei, Það er ekki búinn. Þetta er ennþá. Nú kemur það. Íteka múfið. Kasta þessu dóti. Kastaðu. Nei, ég er ok. Hann þurfti ekki að halda. Þetta var geggjað, þvílíkt clutch move þarna. Hann var búinn að taka sér heyrnartól. Já, ég sá það. Ok, vel gert hérna. Íteka er ennþá inni. Ó, þetta var counter hit, guaranteed. Ekki damage hérna á hann. Life lead er komið á örlítið life lead hérna hjá Woods-bobbin. Kynningur. Nice. Flottur. Ég get bara að taka þetta í leik 5. Bobbin er í rage. 8 gold move. Þarna, ok. Hann er ennþá hann inni, 2-2. Já. 盗みのご依頼ならいつでも受け付けますよ Það sést bara á Íteka, hann er bara svona Já. hann er að jafna sig á því hann er á þessu náða að klötsa þetta upp sko. Spider Conflict 2. Er þetta með það sem þú getur farið niður hérna á einu stað Jú, á veginn? jú. Ok. After, sama intro. 参上です Stream is live. You ready? Round 1. Fight. Ok, leikur 5 hérna. Hver er að fara að halda áfram á leiðinni í Loser Semifinal? Á móti annarkvort Heya eða Curryman. Gott damage hérna á þessu kombói. Ó, droppaði follow-upi. Erfitt lóð þarna, hann er ekki að blokka. Round 2. Fight. Meir inn. Bönnis þarna á þessu. Þetta í
illa út fyrir íteka. Aftur þetta. Ekki sama lóið. Jú, sama Gott lóið. throw break. Hann er þarna inni. Þarna kemur það. Round 3. Það var match point fyrir Bobbin. Ok. Og svo. Við getum bara að gera eitthvað gott hérna. Þarna, góð byrjun. Nice. Slætið. Úi. Hann droppaði. Ekki halda áfram. Okay. Nice. Þarna. Ekki alveg nótt að drepa, Hann mjög var nótt. í airborne. Þarna. Vel gert. Ok. Round 4. Íteka er hérna ennþá. Virkilega Dokkaði. gott. Reitræð. Hús með þetta. Meira. Nice. Gott Oh. dökk. Þarna. Nei. Nice. Aftur gott. Ekki alveg ótrúlega þetta. En það er í vegnum. Ok. Nice. Last game, last round. Já. Hérna. Nývi átt að vinna þeirra. Nú er Vús eflaust að hugsa að hann hefði ekki átt að fara Kuni í fyrsta leik. Oh, counter hit. Oh, Oh. nice. Þannig að koma fyrir þetta. Já, já. Oh, vegginn. Reitaði hérna. Oh, Við reyta þetta fyrir Vús. Yes, sir. Komin í reit hérna. En Bobbin er með rage. Nice nota. Þetta var klikka. Hann hefði getað náð að verja gegn þessu. Úi. Komin í reit. Var það komin. Á seinasta health Já. bara. Þetta var á seinasta pixli hjá þeim mönnum. Þetta var bara ótrúlega nálægt. Vel spilað þarna báðir. Ég er bara... Þetta var Já. hætaðis leikur, sko. Fyrsti leikurinn líka sem fer í 3-2 hérna. En næst Pegi Curryman. Sjáum hvort að þeirra leikur verði álíka jafn. Þannig með aftur bara hérna bracketinu. Það var Vús komin hérna í loser semifinal. Hver er að fara að keppa honum, Pegi eða Curry? Curryman. Hann er svo humble, sko. Hann gerir eitthvað cool og það er bara eitthvað, já, bara massa. Það er ekki satt, sko. Þetta var að sama plana, við vissum það alveg, sko. En, vel spilað hérna. Hvað ætlarðu að sjá? Hvað heldurðu? Það verður Yoshi Annarkort og... Yoshi og annarkort Kasumi eða Heihachi. Heldurðu að það eða verður Geese. Já. Hvað heldurðu sé besti af þessum til þess að taka á móti? Ég held. Hann stóð þetta vel sem Geese hérna áðan Já. gegn Vestmann. Þeir hérna þarf að fara í gegnum báða bræðurna hérna. Bæði Vestmann og Curryman. Pegi Curryman. Fóruð þið af? Hvað segir? Já, ok. Ég ætla að segja að það hefði lent í sama og ég og Curryman eftir því. To the king of Iron Fist Tournament 7. Þetta virkar. Yes, ok. Nice. Það er alltaf. Ég er búin að reyta þetta. Það er svo mikið af einhverjum controller issues hérna á mótinu. Já. Ég er samt sem að mjög ánægðar að enginn er að mæta með keyboard hérna á Keyboard, jú. þeir shoutout á Guilty Gear mennina mína. Bob. Heyrðu, ok. Er hann að fara að sína mér eitthvað? Er það málið það? Já, nei. Spenntur að sjá. Spenntur að sjá hvernig þetta verður hjá þeim. Hann er bara að
Sýna mér örugglega hvernig maður á að spila hana gaur, sko. Held ég að sé málið. I hope you're ready. Þetta er svo góður búningur, sko. Hjá Yoshi? Já. Nei. Þetta er alveg erfitt. Þetta er eins og þarna, hvað, Gigas þarna, það var ekki Gigas sem er með hérna kassa? Jú, jú. Já. Ég veit ekki hvort það var hann eða Jack. Ok. Ég get eiginlega sett bara nafnið mitt þarna. Þá heldur fólk að ég hef komist áfram, sko. Þetta er eiginlega bara endurgerð af leiknum hérna áðan, sko. Flottur, já. Komið í vegginn. Yep. Power Crush minus 13 í held. Rage, lóið. Oj. Því miður ekki nógu gott trade fyrir hann en hverjum hann tekur fyrsta round hérna. Náði ekki vegginn. Gerst þetta ekki alla leið. Og það taktar það. Nice. Það geti verið að hann þurfa að skipta með að þetta ganga vel hérna. Hann var náttúrulega búinn að hita upp gegn Bobinu, sko. Jú. Áðan, sko. Hann er með matchupi núna á hreinu, sko. Ég sé ekki nógu mikið að bumbumúinu, sko. Ég held að það sé hins vegar í mínus, ef maður er. Hanna, akkurat lóið, komið hann. Nei! Aftur annað, nei! Toppar. Lóið ekki nógu mikið. Ok, lóð tilbaka. Þarna kemur það. Því miður, Fei. Því miður. Þú ert ekki hann. Nei, segi svona. Ég get ekki sagt mikið, sko. Ég var allavega, ég held að ég hafi náð mögulega rándi af ekki öllum, en einhverjum af þeim sem ég kemdi. Það er held ég eins og langt og ég fór með þetta. Ok, hvað? Kasumi. Ok. Já. Spenntur að sjá það. Get ready for the next battle. Núna er pæling hvort að ná að gera eitthvað meira með Kasumi. Heldur en þegar hann getur við Ræsmann. Round 1. Fight. Ok. Ok, flottur hérna, kom inn. Gott life lead á honum, í vegnum. Flottur hverjum hann aftur þetta. Hann er að ná að hitta þessu lói mjög vel. Já. Yes. Nice. Flottur. Þetta var góð. Round 2. Ég gleyma hún er líka með hérna Akuma movement. Fljúa áfram þarna. Ég gleyma þetta hvað heitir í leiknum. Þetta þarna. Já. Það flýgur áfram. Það er svona Akuma hérna þar sem hann breytist í svona skugga þarna. Já, það kann teleporta eitthvað. Já, ég man ekki hvað heitir, sko. Flott hérna, low. Nice, sko. Já. Það var Ég bara seti ekkert. Bara taka hana hérna á meira líkindi. Þetta er alveg devastating move hérna. Já. Throw. Fór ekki í vegni. Því miður. Já. Alveg dominant hérna leikur hjá Peyja. Já. 良き部をお持ちです Peyji. Hann var fallbeygja það nafnið það. Peyja. Peyja. Það er einu sem minnsta fallbeygja nefnina. Það er náttúrulega ekkert mikið að nöfnum sem eru á íslensku hérna hjá okkur. Hvað maður fengur þig? Battle 3. Já, það er hérna þegar hann kastar honum af hérna af fjallinu. Já. よろしい Alveg rétt. Round 1. Fight. Í, náðu ekki. Þetta er örlítið og stutt.
ok. Góla sig hérna á vegnum. Já, já. Gott damage. Þetta low. Er þetta að taka eftir því, finnst þér? Nice. Aftur. Næsta round. Þegin. Fight. Reyna. Sjá hvort hann fari inn. Já, já. Sjá þetta movement hjá Pegi. Gold block. Enga punish. Mikið life lead en það getur vinkað hér þó nokkuð. Já, já. Oj. Þetta drifur. Nei, hann toppa. Ég jinxa hann. Ég jinxa hann þarna. Round 3. Ég spila hjá honum. Fight. Það er flottur hérna komin í vegginn. Meira damage. Honum. Gott carry hérna næstu í hálfleginu á vegnum. Nice. Flash. Oj, náðu ekki. Nei. Þeir báðir með rage. Og lowið þarna. Spilum hvernig þið geta nýtt sér það. Fight. Ég reyndi að hoppa. Nice, þetta er búinn sko. Í vegnum. Já, perfect hérna til að klára leik 3. You win. 良き部をお持ちですね Og vista þetta í... Hvað heitir? Já. Saman. Devil's Pit. Get ready for the next battle. Alveg er þetta... Setja hendur saman hérna, hann er scheming eitthvað sko. Já. Men raised by flies sko. Round 1. Fight. Nice spacing. Frá Pegi. Oj. Flott! Þannig kemur... Nei. Stoppaði. Þetta move sko! Round 2. Fight. Það er nú mögulega að vera leikurinn hans. Curry. Nice. Já, flottur. Hennar góð byrjun. Náði í vegginn. Gott 40% kombo þarna. Nice. Það var góð kraft hérna. Sirkustrik hérna hjá Ljónunu, nei hjá Tíkusunu. Og meira kuninn. Nice. Ég er ekki búinn að sjá það nota rage-ið Nei. nógu mikið sko. Fight. Menn eru bara ekki nógu vanið því að rage drive sko. Þetta Já, sé örugglega það- málið. Ok. Þetta flash. gott líka Það að kemur treytast. bara- Ég veit ekki hvað er að gerast þarna. Hann hlýtur að vera reyna að íta á einhver Tekken 8 kombos eða eitthvað sem að er að feila á hann. Heyrðu. Íkti hann? Nei. Nei. Náði Er ekki. þetta parry? Já, þetta var Já, parry. ok. Ég skil. KO. Ok.
Hann sjálfur var ekki viss með þetta. En flott hérna, góður leikur. Hvað var það? 3-1. 2-1, já. 3-1 hérna fyrir Peyja og Peyji mun mæta á útspápinu eftir. En fyrst áður en við fáum það, þá verður Winner Finals hérna Chili Lloyd Reisman Já. er næst. Þannig að ég verð því miður að biðja að setja mikrofónin niður og já, ég ætlaði nú að segja að taka upp kontrollerinn. Þú er búinn að sitja með hann allan tíman til þess að Já. halda honum heitum. Mhm. En já, þá er það næst Winner Finals og sjá menn hérna gera sitt tilbúinu fyrir það. Ég sá þig reyna. Þetta var flott tilraun sko. Þessi réttu búningurinn og allt saman sko. Já, einmitt. Já. Þetta var alveg, ég trúði sko. Mér langaði svo að taka bombin. Ég spilaði hann alveg svolítið, sko. Back in the day. Já. Ég er nú ekki búinn að spila leiki mjög mikið sko, en ég vel hann alltaf. Síðan á ég vin sem að velur alltaf Steve og byrja bara að massa og hann vinnur meira alltaf sko. Já, ok. Þannig ég er alltaf bara, ég er alltaf týndur sko þar, ég veit ekki hvað það er sko. Það er eiginlega bara því að þetta er eini gaurinn sem ég keppi við sem spila Steve sko og hann massar þetta alltaf, þannig ég veit ekkert hvað er að gerast. Steve náttúrulega með sín 20 stances og svona, það er... Já. Fínt tekið á. En hérna fáum við, hann takir Noctis. Ég held að. Það er Noctis. Hérna sé ekki, hann er kannski... Hann er bara allt annað að spila Jin í þessu leik og meðan við Tekken 8 sko, þannig að... Já, hann er bara ekki með á hreinu hvernig það er. Ég held að það sé erfitt að hoppa yfir ef þú ert ekki búinn að taka allavega 2 daga í að minna það á það sko. Þetta er bara, það er allt annað bardagi sko. Voru þið ekki, það voru nú alveg þó nokkur sem að tóku Tekken 7 hérna bara, ég held að verða þegar patsi droppaði held ég að það var allir strax færðir í Tekken 7 að gerast þetta tilbúinu sko. Minna sig á hvernig þetta var sko. Já. Nei, þetta er líka bara fjör að breyta til sko. Ég hef nú búinn að hugsa um það sjálfur að við ættum nú kannski einhvern veginn að taka bara og breyta Guilty Gear og fara í Guilty Gear Xrd eða eitthvað eða Já, mitt. taka í staðinn fyrir 326 og taka 325 eða eitthvað. Þetta er alltaf fjör að svona breyta aðeins til. Já, aðeins að... Þó að maður spilir samt ekki kannski sem best eftir það. En það gerir bara meira fjör að svona... breyta til? Já. Algjörlega. Ég sé Tekken 5 á næsta móti, það getur verið eitthvað. Já, leið og, er þetta að spila hann einhvers staðar eða? Já, bara mjög löglega. Já, ég skilur. Herru, Brian Noctis. Það gæti þetta verið mjög gott, sko. Noctis er með rosalega mörg svona parís, sabakis og eitthvað og Brian er kóngurinn af hnjánum og það er ekki hægt að parja hnjé. Já, ok. Hnjé og hérna olbúar. Nú, ok, þetta er það langt. Það er alveg svona sniður. Já, þetta er, og sverð líka, þannig að, þú veist, Noctis stendur sér helviti vel þar, sko. Það byrjar af krafti hérna. Ekkert nema pokes, þú séu hvað lítið líf eftir. Það er bara, og nú leitni, sko. Já, ekkert recoverable, sko. Yes. Kannastu við hérna besta teknibyrjunni, hann fæðir nafnið sitt frá Brian og sínum hnjám. Já, ég skil. Ég hef séð hann myndi spila Brian, það er alveg mjög sko, mér langar alltaf að spila Brian líka, sko. Já. Hann er nefnilega, hann er töffari, sko. Hann er töff gaur, sko. En mér skildist að hann, svona, helstu tekkin hans eru bara frekar flókin. Þau eru bara rosalega flókin nefnilega, sérstaklega í þessum leik, sko. Hann er auðvitað aðeins í 8, sko. Gerða hann aðeins þægilegri, þetta er rosalegt. Vistu að koma búið þarna? Brian er alltaf að leita þessum counter hit, sko. Já. Það er spurning hversu aðgengileg þau eru á móti... Hann náði ekki að punisha þessu þarna. Nei. Og yrðu! Orbitalið. Tekur hann ekki... Þetta er damage. Ok, hann er ekki alveg móður. Eitt pók í viðbót samt. Bang! Það er ok. Vel gert hérna, Reisman kom með round. Round on the board. Ég var að segja við líka leikinn ykkar. Já. Það er ekki nota nógu mikið, sko, rage drive-ið, sko. Já, það gleymist nefnilega. Já. Það gleymist, sko. Ég held að það er bara, fólk er bara ekki að muna nógu mikið eftir að það er hlutur í þessu leik, sko. Það var innst í byrjað að spila 8, sko. Þá var ég ekkert að nota heat systemið, sko. Já. Þetta var svona... Ég skilir vel, sko.
Þetta er bara eins og ég er að spila. Já, það er ok. Þetta er heyri. Treytið hérna. Þeir eru 9 jafnir. 1 póki viðbót. Hann hittir í þetta sinn því miður er The ekki. Kunai. Kunai Chains. Kunai James. Það er bara þannig að þú getur verið 20 metri frá Noctis en hann er samt að lemja þig Já, sko. það var sama mynd með þarna, ég sá Kuni mynd með það líka, þarna að kasta hnífnum. Einmitt sko. Og Noctis með þessi risa sverð þarna. Þarna, kemur parið inn sko. Nú þarf að fara að nota hnén. Hnén og olbóðana. Þarna. Akkurat. Það getur verið... Nei, lélugu veggur. Fokk! Það er Það er aðeins langt í burtu. Það er verið að grínast. Ég hefði fallið fyrir þessu. Svo alltaf þegar gerist eitthvað svona shenanigans í þessu leik, þá er ég alltaf bara ekki, ég hefði fallið fyrir þessu. Nú þarf ég bara að hlaupa inn og lemja hann, þá ná ég að klára múið. Hann er stopp. Nú er mitt tækifæri. Já, mitt. Ok, fyrsti leikur á Chili. Hér er karlslegt. Hann ætlar að skipta. Kazuya. Ég held það, sko. The king of Iron Fist Tournament 7. Noctis Left is going. Það er smá bandir. Nei. Þetta væri, er það? Í alveg? Ekki láta mig. Kylo. Völdu þið sama búningin eða? Ég myndi að mynda átta með hvor búningurinn er hvað, svo ég geti skrifað hvað er heita hérna inn á þessu, svo fólk veitir muninn á milli þeirra. Það er alltaf að líta nákvæmlega eins út allavega. Hérna. Hvað er með? Jú, hetta og ekki hetta, Já. er ekki svo leiðis? Default, ég held það. Round 1. Ég var að hugsa hvort ég geti fundið eitthvað fyndið til að segja í staðinn. Kom ekki nógu fljótt. Þetta er hérna, ja, almennilegt. Það er gott að við sjáum mjög mikið af mirror matchum hérna. Það er Já, alveg- þetta er svolítið Tekken 7 stílinn, engin veggir. Já. Það var svolítið þema, sko. Fólk valdi, hérna, veggjalausu borðin, sko. Það þýðir að leikurinn mun taka svolítið lengri tíma. Já, já. Það er alltaf leið. Heyrðu, það er alltaf að reyna þetta. Upp í loft, upp í loft. Það sé líka á hann og hann var svona að spila hvort hann hafi eitthvað eins og þetta. Já, hvort hann hafi orðið ít á múfið sjálft. Já, hann Ekki ít á flýtilegina. Ekki vita hvað það væri. Nei, hann ætla kannski að gera, hérna, reisstræfið. Já. Ég held að það sé svipað. Ég hef gert það alveg þó nokkuð ofta sem að ég bara ætla að fara að gera eitthvað múf og þá allt í einu íti á rage shortcuti, sko. Já, einmitt. Og í þessum leikar þannig að það er ekki allir með sama takkan fyrir Nei, það, sko, þannig að maður getur aldrei vita. Ok. Þarna, það lítur nú vel út. Þarna, Óra. já. Gott bönnis hérna. Það er Jojo, eða? Óra. Þannig að. Já. Ok, gott kombo Já, hérna. almennilegt. Bara 40%. Ég ætla að það. Óra. Nei, þetta gengur ekki. Þarna. Það er gott að þú getur pönnist á sama múfinu. Já, með sama múinu. Þetta fucking low líka. Það er rosalegt, sko. Það hjálpaði nefnilega að hafa heyrnartólinn, sko. Ef þú heyrir hljóðið, það hefur svo lítinn tíma til að bregðast við. Parrið þarna, ok. Nah. Er það sem er að fara að snúa þessu við? Er hann að fara að sína, hann er alveg Noctis meinin. Já, taka titilinn. Ok, flottur. Ég man sko back in the day, þá valdi Chili í Noctis bara svona þegar hann vildi flexa, skiljur. Svona, ég get spilað meira en eitt kall, sko. Svo finnst að sjá líka þegar Chili er bara orðinn þreyttur á því að vera sigur alltaf. Já. Nú veit ég að velja bara eitthvað, King. Já, ekki prófum King. Já, og síðan leiðum að byrja að tapa. Nei, ég ætla ekki að tapa. Já, þá fyrir þetta baka. Ok. Svo heavy takki, sko, sjá. Já, þetta er rosalegt, sko. Heyrðu, hann er svolítið með smá kombos. Já, hann vantar aðeins upp á kannski. En það kannski hefur ekkert ómikil áhrif á hann, sýnst mér. Það kom að því. Já, hann bara er að komast í burtu, sko. That's the round. Yes, sir. Final round hérna. Ræs er eitthvað að hugsa. Hvað hann ætlar að gera? Hvað shenanigans verða næst hjá hann? Back one. Já. Tekken 7. Það er eitt sem að þarf að venjast í þessu leik, það var að geta, einmitt, counter hitta fólk bara svona fljótt, sko. Back one, standing forward og svona. Heyrðu. Þetta er Ég langt. ætla að reyna að gera sko sama, hann er að reyna að fylgjast með hvað kombo Chili að gera. Já, já, aftur vel. svo á móti. Er ok, 1-1 maður. Til hvers að taka komboð, þú getur bara gert down back 2.
Þetta gekk bara okkurlega. Já. Svo sem. Ok, það er aftur. Stage select. Yes. Hanna. Arena, ok. Tekken Classic. The Octagon. Eða Hexagon. Meet me in the Octagon. Já, The Octagon, eða ekki? Já, ég veit ekki, 8 er 8. Já, 8 er 8. Já. Já, 8 er 8 segi ég. Já, 8 er 8, já. Þetta unga fólk allir í símanum með. Það er að kíkja skilabóðin. Kíkja okkur að á milli. Hann er með coachinn hann. Já, akkurat þannig að senda mig. Nei, bara ekki gera þetta tilbaka. Næra vegnum, eða ekki? Wall combo læti maður, þetta var eitthvað 60%. Þetta var rosalega. Ég held með þetta kombo þegar hann er í loftinu. Þá ítir bara 2, aftur. Það er ekki mjög flókið, sko. Þetta er eins og þarna Freddy. Já. 3 Eddie. Já, 3 Eddie. Og spamma 3 og vinna alla. Hann er byrjað allir held ég. Já. Hanna, það er bara 2. Já. Gott wall combo hanna. Downback 2. Nei, 4. Wall bounceið. Rosalegt. Sjá þetta. Ok. What's for breakfast? Það er mjög langt þarna. Heyrðu, ok. Ræsmenn. Þetta er rosalegt. Ræsmenn er með nýtt main, sýnist mér. Það er hann að þykjast vera einhver nettur gaur með Kazuya og hvernig var hann að spila? Brian? Brian, já. Ég var að nefna hvað hinn gaur nýtt. Já, ég mitt. Hann tók nú Paul við mig og rústaði mig þannig. Já, ok. Hann er með nokkra í pókanum, sko. Já. Geymir þá. Þegar maður er búinn að spila leikina svona mikið, þá hlýtur maður nú að vera búinn að pröfa allt. Já. Alltaf ykkur leiti alltaf. Hann er að ná að lesa hann svolítið, sýnist mér. Ís maðurinn. Hanna. Já, hann rúlar fram hjá honum. Það er ekki nóg með það á hverfur hann í smá stund, þannig að hann sér ekki hvað hann er. Parið þarna. Parið, sko, stórt. Hann á líka reit. DP. Já, ég sá ekki nóg mikið DP hjá þér á Bob, sko. Já, það vantaði. Ég tekið þetta. Spurning hvort við fáum meiri Boba eftir, ég veit það ekki. Sá mikið stemming þér. Sjá hvernig, stemming í salum. Sá mikið salum. Ég man eftir því að sést alveg þegar gaurar eru að taka með þessar persónu, þú veist, Bob eða hérna. Man ekki hver að spila Bob? Í prósinunni? Já. Já, Ulsan var Bob, sko. Ulsan, já. Þetta var eitthvað mótið það sem að hann fór í Bob og fólk misti bara viti, sko, í krátinu. Já, ekki. Við allir voru bara, yes, loksins. Hann var líka nýkominn úr herskólu. Já, það er málið. Hann var búinn að vera í burt í 2 ár. Já, ok. Og voru allir búinn að bíða eftir hann kemur tilbaka. Hann er minn uppáhald, sko. Hann spil líka Kazumi. Já. Þess vegna pikkaði ég upp, sko, Boba mitt út af honum. Ég var búinn að horfa á hann svo mikið í fyrra. Já. Þannig ég var svona, ég var að prófa eitthvað. Þetta er rosalegt. Og veggur. Bang. Rísplatti, sko. Nei, ég voru að standa upp. Ég var lendið þessu á móti Vús. Já. Það var eitthvað eitt múl hjá Julia sem maður þurfti bara að standa beint upp. Ég vissi það ekki, ég finnst bara allt beint, sko. Gott. Þarna. Þetta er bara að vera svolítið tæft. Já. Það er ekki hérna. Reitsu niður. Eða fyrir ykkur leik 3 hérna 2-1. Það er hann að breyta. Hann er að hugsa, sko. Hann er að melta þetta. Hann er að melta þetta. Ég segi halda áfram. Þetta var að ganga vel. Það var Devious grinn þarna á honum. Já. Ef hún er 2 rándum, þá ert ekki að skiptinga það. Nei, alls ekki. Það er bara meikar enga sens. Það var fullt af infói. Hvað segir Robot? I was there for 3D. Já, 3D. 3D. Ég veit ekki hvað maður að segja þetta. Nei. Þetta var mjög sniðugt nafn þegar maður sá það. Ekkert smá, Hvernig maður ætti að segja það, veit ég ekki. Spurning hvort það sé ennþá að? Nei, ekkert ekki. Nei, já, ég held að nörgluðu þetta eftir að hafa komin. Ég held ekki að hann var með, þú veist, eitthvað fánlega, eitthvað 33% win rate eða eitthvað. Já, einmitt, Þetta var eitthvað rugglað, sko. Hann var bara komin upp í gott rang. Já, algjörlega. Það er svolítið vel að blokka. Hann er svolítið búinn að komast í burtu með spjótið þarna, sko. Já. Spurning hvort það þurfa að nota meira af því eða ekki. Þú getur brugðist við því, sko. Já. Það er bara on the cusp, svolítið. Það væri einhverju sem getur brugðist við þessu, það er þessi 2, sjáu þetta. Já, algjörlega. Ég leti þetta að, Garuda er ekki hann er náttúrulega mjög góð líka í þessu low, þú veist, reactiona. Já, viðbröðum. Low parjum og öllu þessu, sko. Já, Það er alveg magnað að sjá það, sko.
Ekki dökk hana. Komum ekki? Nei! Hann reyti reitstræfið. Mid í low. Classic. Þarna. Ok. Ja, komið að því. Já. Núna er nefnilega komið smá mental stack, sko. Hann er örugglega ekki bara að þora að taka út aftur, sko, á næstunni. Strax þú blokkar einn. Já. Svo gott, sko. Þorum að reyta að taka. Hanna. Það er ekki mikið samt. Gott, þið leið þarna til svona lent ekki í paríinu. Það er svolítið rosalegt að vera að parja. Nice. Þetta er bara rómant. Að vera að parja á móti manni með sverð, sko. Já. Þó nokkuð vopn, meira að segja. Báðir. Same brain set moment þarna, sko. Já. Nú þarf Ræs að breyta ykkur. Þarna, sérðu. Ekki einu sinni reyna þetta move aftur, Nei. sko. Það er ekki að handa áfram hana. Ég þarf að veðja að við fáum örugglega ekki að sjá það aftur frá Chili. Eftir þetta. Það er ekki alveg strax, sko. Nei. Já, challenge. Þetta er svo sterkt, sko. Póks. Heyrðu? Hann kom það. Hann var ekki bústuð. Ég skal éta orðin mín. Þú hefði fallið fyrir líka. Þarna! Já, bara algjörlega. Þetta Ræs sé hættur að búast þegar hann sé að fara að nota. Það getur umálið, sko. Einu sinni enn. Já! Einu sinni enn. Yes! Þarna kemur hann bara. Hann lifir. Einmitt. Og á móti kemur það náttúrulega ekki hægt að lóperja þetta. Nei. Nei, þetta er stórt, sko. Að byrja rándið svona. Nei, hann er ekki að halda áfram. Reyna að stoppa þetta lateral movement. Já, góður hérna. Hann er á... Ég ætla að fara að segja, hann er á set pointinu hérna. 1-50, hérna kom það. Rosalegt set. Já, algjörlega. Ég meðanst það, þetta var áhugavert, sko. Þetta var geggjað. Hann hafði fært sig yfir, fannst mér bara... Gerði þetta bara áhugaverðar, sko. Bara mjög cool. Heyrðu, þá er það bara... Pegi... Ræs... Eyrðu þið? Nei, Pegi hérna Vús, segi ég. Vús. Þá ætla ég... Komum okkur fyrir hérna. Chili... Og 1-3 hérna. Já, það er gallinn. Það er stressið, sko, þannig að þetta... Já. Þá er það næst eins og ég segi Vús, Bobbin og Pegi hérna. Hver kemst áfram á móti Ræsmann í Loser Finals. Spennandi að sjá. Já, endilega, kýttu við bara. Og njút. Þannig er Ræsmann aftur hérna á kommentari. Mér fannst þetta skemmtilegt, sko. Það var skemmtilegt að sjá þetta. Þetta, þú stóðst líka alveg frekar vel, sko. Noctis er alveg, það er skemmtilegt að spila. Já. En hann er svolítið toxic kardur. Já, hann er svolítið toxic. Ég sé það fyrir mér. Þeir eru hérna... Gjálfa steinn hérna. Hliðina, held ég. Já. Skæra menn hérna. Play 2. Já, hann færi sig yfir. Hvernig hvort þetta verður Julia á móti Kazumi, kannski? Já, Kazumi, hann er búinn að vera að taka Kazumi alveg, náðu frekar góðan leik hérna einmitt aðan með Kazumi. Já. En mér fannst Gísina satt mjög hérna skemmtilegur og góður. Já. En síðan var hann líka, hann spila víst Heihachi, en ég hef ekki séð hann ennþá hérna, þannig hann mögulega að taka það í bracketi kannski. Heyrðu, hann er Heihachi. Heyrðu, hérna er það. Heihachi. Ég verð að geta orðin mín. Bara einfallega þannig. Við erum að fara að sjá svona 5 moves frá Heihachi eða eitthvað. Spurning. Já, Heihachi er með allavega insane pressure í þennan leik. Hann er með algjörlega sterk mitt. Round 1. Fight.
Þannig að byrjum við. Hún er líka búin að standa sig mjög vel sem Julia, sko. Þannig að það er alveg Já. solid kombos. Þó að leikurinn var nú alveg frekar nálagur hérna ítekka bústpopinum. Já, það var mjög tæpur á því að tapa þarna. Stór launcher hana. Já. Mist. Með follow-upinu en ekki að halda kombónu gangandi. Þarna þetta múið mitt. Já. Ó, þú droppar ekki. Ekkert launch. Það er ekki að puncha þetta. Æ, Nei, nei, ekki búin að sé. Ég var búist við því. Já. Hann er ekki með Electrics á reynu, hann er að reyna það. Elfibit, block, það var flott hann eins. Já, hann er bara jab. Já. Það er Magic 4 og hann tekur roundið. Yes sir. Fyrsta round, bústpopin. Round 2. Fight. Það var flott hann eins. Já. Hann bara interrupter hann. Það er ekkert að respekta þetta pressure. Nei. Nú er hann nær. Hún er rage, það nýttist þér það. Ég var nú að segja við hann á kommentari á hann að hann verður að fara að nota rageið sitt meira. Já. Nú við það. Þarna, ekkurat. Já. Talandi um. Þetta er mjög gott rage strike að Heihachi náttúrulega. Alveg, það er bara counter hit launcher, billion damage, þetta er ótrúlegt. Huge launch. Þessi launcher, sko, er þetta throw eða hvað, þú veist? Ef hann hittir þá fer þetta í svona throw animation. Já. Og Bobsi með þetta sama hann. Já. Mér náðu ekki alveg að follow upp á meira Já. en bara eitt það var að búið. Round 4. Fight. Það er komin inn á infinite partar á stageinu núna. Engir vekkir. Bara að spila rólega, máltækinn. Það er líka alveg stundum velkomið, sko. Þarna, heyrðu, ok. Hann er að vakna í honum. Í tíð. Ok. Nei, er hann með follow-upi. Stekkur fyrsta leik hérna. Vel gert. Spurning hvort hann ætlar að halda áfram með Heihachi hérna. Nei, hann skiptir strax yfir. Er það Kazumi eða? Nei, Gís. Hann ætlar að fara í gegnum rosterið. Já, það er ekki. Ó, sama stage-u. Já, ok. Ég tók eftir í leikinn okkar áðan þegar ég var að spila á móti Peja. Hann var ekki alveg búinn að hita upp gísinn sinn. Spurning hvort að... Ég sá hans að taka, sko, hann var alltaf búinn að taka hann þarna í þegar hann mætti, sko. Hvort það voru með þess að þeir tveir sem voru að keppa þegar þeir mættu þarna alveg í byrjun, sko. Þannig að þess vegna var hann kannski líka... Nei, ég veit ekki hvað... Jú, þetta er hann að taka Heihachi. En ég sá líka gísinn, sko. Já. En það er alveg rétt þér, þú veist, hann var ekki alveg að kveikja alveg strax, sko. Spilaði hann ekki gís? Ja, spilaði hann Kazumi á háringnum þarna fyrir einhver 2 árum eða 3 árum eða eitthvað? Það sem hann nætti í 3. seti. Ég man ekki. Ég var ekki þar, held ég. Það ekki, ég held að þú... Já, ok. Það getur við, ég held að þú hefði verið 3. Nei, öðru segi. Jú, það er launchið. Já, núna er hann aðeins að ranglega sér hérna. Gott comeback líka þarna. Hann er að... Bara bókun hana. Ekki stokkað þessu. Þetta er launch punish ball en... Ó, hann næði ekki. Já. Ó, þarna er það. Max mode og... Er hann ekki? Nei, hoppaði í. Alveg. Húkinn. Hann er aftur með þér. Og takkólið! Nei! Næri ekki að breyka þetta. Round 3. Aftur Infinite. Þetta er double launcher. Það fær allavega ekki mikið damage frá komboinn sín án meters og veggi án gís.
Ekki besta mappi fyrir hann akkurat eins og er, en hann situr þægilega á þeim rándum eins og er alltaf. Já, hann er ennþá með 1 metr hana. Er að byggja upp setna metrin. Já, komum við annan. Við erum rage hérna. Notar 1 meter fyrir Max Mod. Max Mod er basically heat fyrir Geese. Þetta er... Þannig að hann er búinn að hita upp fyrir Tekken 8. Já. Nei, heyrðu. Nei. Nei, halló. Ég held að What's Poppin' rugglaðist þarna. Hann er með high rage-art hann Geese og hann er með þetta hérna líka. Já, What's Poppin' hélt þetta að væri high Já. rage-artið. Akkurat þetta sem að fyrir jörðina hann og kemur upp úr. Já. Já, ég skil þig. Ok. En 1-1 hérna. Flottur. Get ready for the next battle. Já, hann dökkaði greinilega. Já, hann rugglaðist á. Hvað mapp fengum við hérna? Þannig er það Claudio stage-ið hana. Ekki mjög spennandi nafn á því. Nei. Battle 11. Er það? Það er ekki mest spennandi nafn á því. Round 1. Þetta er alltaf gott stage, það er balcony break og eitthvað. Það er mjög flott líka bara. Þetta er flott stage. Það væri kannski flottari ef þetta væri ekki Tekken 7. Já, kannski. Hvaða kirkja er þetta? Hver var að smíða? Þetta er rísa fokkin kirkja. Já, það er góð spurning. Ó, hann er tilbúinn að lópærja, en hann gerði það ekki. Komum við ekki inn. Ó, næs. Nei! Það er í gangi. Pei er ekki með 1 meter. Gæti verið rétt. Já. Ég ætla að segja að hann var með rage, en hann var á stað með health. Hann komið með metin núna til þess að geta kannski gert eitthvað. Gott knockdown hana. Smá damage. Ok. Já. Ok, hérna meðum við að kemur á vegnum. Já, algjörlega. Það næri ekki volkompun alveg. Það er ekki, en... Mix-upið hana. Akkurat. 2 meter. Já. Góð staða til að vera í. Bara hans að pota í hvern annan. Já, gerir follow-upið. Gott low. Spring! Ok, hann fer í max-mót hana, en gerir ekkert. Það er svo seint fyrir það. Það er bara 1 barometer farinn, en hann er ennþá með hana og er að fá setni. Góð vörn hjá Wus. Hann er að standa rosalega vel vörnir hérna í þessum leik. Þarna er það. Þetta ætti að vera stór kombo. En hann droppar því ekki. Nei. Bara bóka hann aðeins. Ég ætla að segja hann er ekki bara... Nei! Er það púkinn? Yes. Ok, final round hérna. Hver tekur leik 3. Bara random launcher og það virkar. Já. Counter hit, en droppar. Það er að fóta hann. 2 meter. Best að nýta sér eitthvað að þessu, en ekki? Það verður Þú að getur ekki notað í næsta rándi. Það verður að nota vítin núna. Rage, Magmót. Næri ekki. Það kemur að Wúsbóðakir tekur leik 3. 2-1 hérna. Það er bara game point fyrir What's Poppin'. Já, ok. Hann heldur sér við Geese. Það er bara fínt. Það hefur nú verið áhugavert að sjá svo sem Kazumi, en eins og hann sagði sjálfur, ef þú tekur 2 ránd þá er kannski ekkert gáðlegt að vera að skipta. Nei. Dragon's Nest, það er... Þetta er Tekken 5 stage. Já, nei, sorry, ég var alltaf í náttum að því. Okay, here Nafnið er undir það sem að myndaðum. Ég var að horfa bara Battle 12. Battle, já. Þetta er bara því að barndagi. Það var að fara í menjuð fyrir 12 leikjum.
Nú kemur þetta, hún meikar þetta alltaf sens. Ég var bara ekki að þetta er fárlegt nafn á þessu mappi. Battle 11, það meikar ekki sens fyrir mappi. Það er mappi. Já, smá að póka hana. Alveg hreint bara... Engin launchers ennþá. Aðeins á langbötu, þetta pennur setja. Þetta var Ókei. counter launch. Já. Þetta dreipur. Round 2. Fight. Í góð stöði hérna. Þetta er... Það verður bara að halda áfram að póka svona. Og Spoppin er ekki að ná að díla við það nóg vel. Mikið læflít og... Já, drepur hérna. 2 round komin upp. Og hann er enda með 2 metrana. Þetta er safe, já. Counter it. Nei. Droppaði komboði þarna, en hann follow var ekki upp með það. Okei, þú svo góðum stað hérna, getur drepið hann. 1 hit við bótt. pók. 2 pók. Það kemur það. Já, það var running 3 bara. Ég meina, Pei, nú hlýtur þú að fyrir að fara að nota hana metir hérna. Já, það má getur að spara þetta, sko. Það verður að nota þetta. Metir. Counter it launch og það er hættur eftir matcha hana. Nei, þetta Því er líka ekki damage þetta. líka sem að hann náði að Pei hérna. Low it. Og hann er núna bak við vegginn. Nei. Nei, okei. Hann er að geima þennan metir þangað til ég veit ekki hvenær, sko. Já. Það er næsta leik, myndi ég halda. Er hann að reyna að krakka death comboið eða ekki? Nei, Hanna, gefur það. Nær. Ok, 2-2. Já, Nú er eitthvað, nú eru hlutir að gera, sko. þeir eru jafnir hana. Mission building. Get ready for the next battle. Stutt á milli veggina hana. Það er rosa... Julia er náttúrulega með rosa gott wall carry líka. Og Spoppin ætti að fá vegginn í svo. Það ætti að fá vegginn mjög oft. Here goes. Round 1. Fight. Ok. Aftur. Jab. Svona, það er Bara bort djapa. Mixa upp hérna. Við tæla low hérna. Full crouch alveg, já. Beðið hann hérna í veggnum. Nei, þetta var gott comeback hérna. Round 2. Fyrsta round á Woodsbobbin. Fight. Nei, droppa comebaði. Það var blóðið hennar flótan, en... Já... Power crouch. Þetta var ekki gæmdýtt reyndar, nei. Já, og pók. Það er hann hérna. Í round 2. Það er jafnt á milli manna. Manna fyrir metir. Flottakinn næri ekki alveg svona. Þetta er alveg bara, þetta eins og þú segir, það er bara pókin eitthvað nóg. Perfect. Set point á Peja. Já. Þetta er huge launch. Veggur. Veggur kominn. Aftur með hann í vegg. Kominn með annan metir. Já. Það gerir Woodsbobbin í þau. Nei. Follow uppi nær hann og Þannig er það maður. Sjá þetta. Egið tekur þetta 3-2. 3-2. Þetta var rosalega. Já, þetta get switchið þau. Það virkaði fyrir hann vel. Algjörlega. Heyrðu, þá er það Riceman Pegi næst. Já. Þannig að þú ert örugglega vonandi
búinn að studía þennan leik hérna. Nei, Gísinum. Það bara gerir eitthvað. Algjörlega. Round one. En já, þá förum við hérna í greinilega rematchið. Við skulum henda upp bracketinu hérna svo fólk getur séð hver staðan er eins og og hverjir hafa verið hérna. Ég var náttúrulega eftir að setja inn alla persónunar, ég mun gera það á eftir. Heyrðu, sakna Gís, er hann ekki mæta í Fatal Fury leikinn bráðlega eða? Var það ekki búið að annonsa hann í því? Hann og hérna, nú erum við að glemma hvað þetta er. Fyrst og The North Star. Er þeir ekki fara að vera að mæta saman núna? Hérna losers final. Þeir eru að restarta leiknum hérna, það er ekki hægt að komast í hérna í. Ég held að sé ekki margir sem sakna hann í Tekken. Það er svo margir sem voru ekki ánægði með það að það var 2D personur í þessum leik, sko, þannig að. En ég skil konceptið. Og hérna er það. En þú ert örugglega að fara að sjá meira á honum hérna því að það er Pegi og Ræsmenn næst. Og þeir Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Núna eru menn að fara að taka. Núna byrja alveg. Hvað er hann að fara að velja sér? Þetta Sjálík. Lucky Chloe gegn Lucky Chloe. Hvernig væri það nú? Loser final Lucky Chloe. Nei. Það er eitthvað stóru hlutir að gerast hérna í Tekken 7. Verður það Kasumi. Það takir Kasumi hérna. Hann náttúrulega reyndi áðan í hérna vinnu semifinals, þá var þetta sama, þessu sömu keppendur. Er það okay? Það hlutir að gerast. Komið inn það, loser semifinal. Nei, loser finals afsakið. Hver er að fara að keppa við Chili? Hefðu. Kasumi Devil Chin. Það er ekkert annað. Round one. Og hér byrjum við. Hérna. Meira. Sweep hérna. Fyrir kombo. Þetta er ekki mikið damage hérna, en flottur. Kasumi. Ræsmenn er að standa sem vel hérna, komin í vegginn. Nú var að taka hennan fyrsta, hver tekur fyrsta rándið? Það er Pegi sem tekur hérna fyrsta rándið. Round two. Fight. Kasumi. Það er svona rosalega að sjá líka Pegi er búinn að vera að flakka milli persóna hérna. Búinn að taka 3 persónur yfir allt. Yfir allt topp 8. Og komin í topp 3, þannig að það er alveg frekar impressive að hann sé spyrandari person, en er komin samt svona langt. Devastating. Já. Hann getur gert eitthvað á móti. Hann er rage, en missir á því. Round three. Fight. Ég er ekki ánægð með hvað gerist þarna. Combos. Þeir eru að reyna að pota aðeins í hvern annan. Sjá movementið hérna hjá þeim báðum. Gott sjá. Hálsvip hérna til þess að ná. Já, gott low block.
Hann er komin í rage. Ég nýtti sér það. Ég nýtti sér rageið. Já. Ó, það var rosalegt. Það nú til að drepa. Kannski ekki alveg allan einn. Nei. Heyrðu, það er bara kick beint í smettið. Og nær hérna round 2. Hvað er hann eftir? Ég held við sem bara að sjá þetta mapp örugglega mest í top 8 eins og ég er hjá okkur. Round 4. Fight. Þóttu Pegi að standa sig vel hérna. Bara að reyna að pota ágætlega vel í þetta. Jú. Alltaf lítið eins og er. Sneaky low hérna. Gott blokk á lóinu. Og annað þarna. Heyrðu, það er ekkert annað. Pegi tekur hérna fyrsta leik. Er það Noctis switchið aftur? Er það málið? Er það bara að færa sig aftur í Noctis? Hvað fáum við hérna? Brian. Heyrðu, Lee. Heyrðu, ég mun sé hann spila Lee hérna. Ég mun ekki sé hann spila Lee eins og er. Frúkinn hafa ekki tekið Violet líka. Heyrðu, Forgotten Realm hérna. Þetta er mitt Pac-Man borðið, basically. Nefnum bara í Tekken 7. Heyrðu, hann er að lumma sig í gang hérna maður. Það er ekkert annað. Stressið er að fara með hann hérna. Hann þarf að fá sér nikotínpúða. Round 1. Fight. Lee Kasumi hérna. Pæling hvort hann nái að... Ég veit ekki hvað almennilega... Ég veit að þeir eru búin að vera að æfa sig eitthvað, sumir af þessum. Pegi var að tala um það, hann er búin að vera að fá alveg þó nokkuð mikið af matchi sem er sjá sér sko. Ég veit ekki hvað Ræsmann hefur almennilega verið að æfa sig í. Kannski er hann bara að taka Tekken 7 kombóns í Tekken 8 hvað sem er, þannig að þetta skiptir ekki máli. Ó, lóið þarna ekki alveg til að drepa. En rageið á hann inni. Þarna. Rageið búið. Ó, þarna er þetta nóg til að drepa. Yes sir. Fyrsta round hérna á Ræsmann. Gott comeback hérna með lítið líf eftir. Fight. Kemur í vegginn. Throw break. Fyrsta level brótið. Ég man ekki hvað eru mörg. Eru 7 í þessu? Ég man ekki alveg hversu mörg það eru. Gott live-líð enda hjá Ræsmann. Ekki alveg rétt að múmið hérna. Komin í vegginn. Það er ekki alltaf áfram. Nei, þarna. Nær þróunu. Komin í vegginn. Og hann er döður hérna. Round 3. Yes. 1-1 Fight. í rándum. 3 hæðir, 2 floor breaks á þessu stið. Ok, ég var greinilega að hugsa um eitthvað allt annað. Ég var örugglega að vera að hugsa um Pac-Man. Það er örugglega fleiri. En þarna aftur þróið, hann er ekki að þróbreyka til þess að og teka perfecti. Heyrðu, Pegi er looking strong. Hann er bara virkilega sterkur. Ég held að það hafi verið þessi nikotínpúði sem að setja í sig sem að kveikti á hann sko. Ég ætti náttúrulega ekki verið að segja fólki að vera frá því. Ég sá það bara myndavælinu sko. Hann gerði ekkert laumulega sko. Þvílíkur launcher hérna kominn. Nei, droppar í því niður. Með rage. Með nýtt sér. Ok. Kemur í vegginn. Yes. Æ, hann er ekki að halda áfram. Veggurinn. Aftur sidewall. Leðandi. Þvílík vörn. Oh my god. Þvílík vörn hjá Pega. Í því miður. Hann hélt að vera að koma með. Final round. Fight. Floor blast og floor break. Ok, já. Þannig að sést Norröðu mitt sko. Þetta er ástæðan að ég þarf að hafa annan mann sem að veit hvað Tekken er sko. Á kommentari hérna hjá mig sko. 2-2 hérna. Hver að fara að taka þetta round? Þarna, mér líst vel að þetta DP-ið hérna. Ég er náttúrulega mikið DP að þetta. Gæla náttúrulega, getum mögulega að losa þessu.
Nei, ok. Hann breyka þetta. Ó, þarna kemur það. Flottur hérna. 1-1. Þetta væri nú áherslu að sjá hvað gerist hérna. Þannig að ákveðs hvað hann ætlar að gera. Hvort hann ætlar að skipta eða hvort hann ætlar að halda fram. Hann ætlar að skipta. Hvað sjáum við hérna? Gís, já. Men hann er bara að standa sig rosalega vel með Gís. Heyrðu, býtum við. Ræs skipti frá Lee yfir í Violet, sko. Má það eða? Er það gegn reglunum eða? Þú veist, tæknilega sé, ég meina, þú veist, þetta er mismunandi nöfn, sko. Þannig að það er möguleik að við þurfum að DQ hann fyrir þetta, sko. Ég tek þetta við Tekken 10 og þannig eftir, sko. Og þetta verður tekið í nefndina. Hvort þetta verður gert ógilt og Pei vinnir by default. Nei. Það er ekki bara leikur 3. Já. Flott hérna, nær hann í loftinu. Það er scaling á því, en samt sem aðeins fruta scaling, þetta var alveg 30% eða eitthvað. Við erum alveg á góðum stað hérna. Það var nú gott fyrir Pei að sammáta hann. Já, akkurat. Nær hann hérna. Buss. Flottir. Repúken. Ok, meira. Nærmum að vegnum. Já. Til ball carry. Flott. Low block hérna. Já, kemur hann upp í. Hún er raids hérna. Gott throwbreak. Þess má vega þannig að stansi ákveðlega vil throwbreak-unum. Eitt lítið. Já, þarna kemur það. Eitt lítið pók þurfti þarna nær honum. 1-1. Það var jæmt aftur. Það er komin með 2 bar. Já. Max Mode komið í gang. Nei! Leðil þarna, hann er ekki að halda að koma hún áfram. Já. Stendur ekki upp til þetta náði. Ræsmenn hann líta sterkur út hérna. Já, nei! Dökk undir þetta. Nóið. Stendur. Stand up. Komum með hann hérna. Nei. Það metir. Það er hann opnar hérna einhvers staðar. Lóið, pick-upið. Já. Það er ekki að halda ég alveg halvan völlin. Ok, en það er í loftinu þegar hann náði honum. Þarna er það. Ok, 2-2. Hann er aftur komin á final round hérna. Hver er að fara að taka leik 3? Koma svo. Sjá hvað gerist hérna. Komum við vegginn. Ég man rétt þá er þetta breakable wall líka. Við erum ekki ennþá búin að brjóta hann. Komum sér niður og niður þarna. Æ, þetta lítur illa út fyrir Peja. Nú er hann komið með þér. Nú getur hann kannski að fara að gera eitthvað. Og lóið þarna. Og 2-1. 2-1. Þú ert ennþá séns. Já. Hann veit ekki eins og reglurnar lengur. Þarna núna kemur að Kazumi, hann ætlar aftur í Kazumi. Ég ætla ekki að herma eftir hvað þau sögðu, en það var dónalegur brandari þarna í gangi. Já, ég veit. Já, ég fatt það. Menn eru að reyna, menn eru með comedy, stand-up comedy hérna í gangi. En sko það sé ekki mæka á þeim mönnum þarna. Heyrðu. Leikur 4 hérna. Það er spurning hvort að Hei ná að
náið þessu. Þetta er svo góður búningur á Lee, sko. Ég skil ekki af hverju hann er hann í nýja leiknum? Ég veit það ekki, en þetta er einn besti búningur. Upprunalegi. Nei, var þetta ekki upprunalegi? En hvort það var bara í 3 eða? Nei, hvort það var, nei, byrju, jú. Flottur! Slætið hérna, annars slæt. Já, og low til að klára. Round 2. Það eru stóru hlutir að gerast hérna í tjatinu. 6-7 segir einhver. Meira að. Það eru tveit hérna. Þetta náðu þvílíkur lengt hérna í burtu. Jæja, kombo í vegginn. Hann er að ná hérna throwbreaka aðeins betur núna. Ekki alveg nút að drepa, en þarna kemur það komin á seinasta round. Round 3. Set round Fight. á Riceman hérna. Nei, game round. Nei, set round, hvað er þetta? Og líka game round svo sem. Það er bara eitt round eftir fyrir hann til þess að hann að taka leikinn og þar hann með líka setið. Hann er alveg að standa sig rosalega vel hérna. Pei að reyna að gera eitthvað til þess að koma þessu. Já, flott throw. Nær hann að drepa hann þessu? Já. Round 4. Komum með round hérna. Hann má ekki gefast upp alveg strax. Skoðum litur hérna að gerast. Ok, gott live-lítið hérna líka hjá honum. Hann góð stað. Riceman er í rage, en það skiptir ekki máli. 2-2, þetta er aftur. Ég held að allir leikirnir hafa endað í final round hérna. Nú þarf Pei bara að lock in til þess að klára þetta. Klára þetta seinasta round. Riceman á góðu staði hérna, kom með henni vegginn. Gott damage hérna. Lowen hrynja hérna niður og þetta er búið. Þarna kemur það. Og Riceman tekur leikinn. Ótrúlega vel spilað hérna hjá báðum, en Riceman einfallega of sterkur. Ég meina, hann var nú það hræddur að hann hendi sér í Lee, sko, þannig að ég verður nú að hugsa út í það að þetta var nú alveg þó nokkuð mikið pressa hérna á mannin. Þá er það komið að seinasta leik mótsins. Chili Lloyd Riceman í Grand Finals. Það verður áhugavert að sjá hvernig þeir... Nei, þetta var svona og þessi... Ég er að reyna að átta mig hérna á hvað ég er að gera. Svona. Þarna Rise of Chili að Tail the Souls tæmið akkurat nákvæmlega. Og... Já, endilega, komdu á kommentari eftir það. Pei joina mig hérna á kommentari eftir augnablik. Hérna eru þeir... Gerast þið tilbúna. Ég ætla örlítið að breyta þessari myndaðar hérna, augnablik. Ég ger þetta nú fyrir alla þessa brjáluðu Chili Lloyd fans hérna sem að mæta alltaf leifa að sjást aðeins meira í kallinn. En já, nú er spurning. Þeir tóku hérna áðan í Winner Finals 3-1 fyrir Chili á þeim tíma. Það er pæling hvort að hvað Riceman gerir í þetta sinn til þess að breyta til. Hvort það er aftur Noctis Noctis Mirror eða hvort hann ætla að fara í Lee í þetta sinn. Hann er búinn að hita upp Lee núna hérna í seinasta leik.
Miss Kylo. Noctis mættur og hann ætlar að velja Lee sýnist mér hérna. Þetta er áhugavert. Lee Chaolan. 16 ára twink gegn 40 ára gamlu twink held ég að þetta sé. Ef ég Get ready for skil the lorið next battle. rétt. Úps. Þið viti hvor megin hvor fólk er. Já, hérna. Þetta map. Gott fyrir wall to wall. Round 1. Fight. Hver er að fara að ná yfirhundin á undan er spurningin. Mikið að gerast hérna á honum. Að reyna að opna Chili hérna. Þarna, einmitt. Já, gott sidestep hérna til þess að koma honum áfram. Það er ekki allalega vegnum. Gott dökk hérna hjá honum, það er kombói. Flott, lítið eftir hérna. Lóið. Annar lóð til þess að klára þetta. Það kastar hann. Nei, heyrðu, já, hann er náttúrulega með, sko. Hann er líka ruggla, hann er með bara þvílíka lengdir. En hérna, gott pick-up hérna. Komin á að vinna veginn. Báður í rage. Þarna sem voru undan að nota rage-ræfi. Chili tekur fyrsta. Heyrðu, já, ég var alltaf í náttu með því að það er til vittu megin. Það er ekki svona. Chili tekur fyrsta round. Flott. Vel gert. Ræsmenn á góðum stað hérna með gott lead. Já. Ekki alveg nóg til að drepa. En þarna kemur það perfect meira að segja. Vel gert. Round 3. Fight. Ok, Chili. Mikla pressu hérna á honum. Come on. Virkaði því miður ekki. Hélt ekki áfram þarna til þess að ná þessu. Hann er með svo gott live lead hérna. Ræs ekki ennþá komin í, þarna kemur það, komin í hýta þetta. Það nýtir sér það. Þarna því miður, þú verður bara að blokka. Þá getur hann búinn að nota reistræfið sitt. Round 4. Fight. Guður. Meira. Flott low. Nei! Sast á hann ætlaði að gera kickið eða ekki bara flippið. En jæja, ok. Mikið lít hérna á Chili. Hann þarf nú ekki að gera mikið til þess að klára þetta. Og hann kemur að lowið til að klára fyrsta leik. Chili 1. Nú að gera. Hann þarf að halda. Jú. Hann heldur í áfram. Gangandi. Það er Chili tók fyrsta leik hérna. Ég ætla að kveika mækinu um. Hello. Nú erum við komnir hérna. Leikur 2, hann heldur að halda áfram með Lee-in. Já, gaman að hafa svona ellvilur á nafnum hans, svona Lee-merki. Akkurat, nákvæmlega. Það er aðstæðan hvað stendur hérna. Round 1. Hann stóð sig ágætlega vel hérna í seinasta leik. Já, einhver rounds on the board. Hann náði allavega einu. Ok. Ég veit hvort hann náði 2, ég held að hann hefði bara náði einu. Hérna, góð leið. Nú erum aðeins. Já, ég er hins að hann ekki haldið áfram með mirror matchi bara. Já, hann stóð sig mjög vel í því. Þeim við. Spennandi. Engi veggir. Þarna. Ok. Þetta er smá damage. Þetta er ekki kill svona, held ég. Nei. Þetta ekki. Það líkraði nefnilega rosalega á veggjónum, sko. Sérstaklega í þessum leik. Hann er einn af fáir sem getur fengið svo kallega unscaled damage í lokin, sko. Já, náttúrulega þegar hann hoppar upp í, eða tekur hann Já. aftur og bakk kikkið frá jörðinni. Þetta líka, sko. Hann er líka búinn að lenda tvisvar, sko, í reisdræfinu, hann hérna Ræsmann, sko. Nei. Þannig að það er bara því miður. Hann heldur Bæði skiptir dáið fyrir það. Nei, ok. Því miður.
En gott damage hérna. Hann veit alltaf hvað hann á að passa sig á. Já. Á hverju? Og núna, ég er búist því að hann ætti ekki að gera neina árásnámi fyrir þetta rage drive farið. Nei, einmitt. Bara býða eftir að nota það. Þarna. Ok, núna máttu við fara aftur í offense. Nú ertu búið með vörðina þína. Nei, því miður. Klitt. Sko, ég held að hann bara hann að bakka. Og þetta er nót til að þýðlíka vel planað þarna hjá honum, Chile líka. Askótti dýrst fyrir smá bakk hann, sko. Alright. Damage on the board. Það með round, eins og er. Það er bara málið með líð í þessum leika. Hann getur spilað svo góða vörð, sko. En hann á erfiðara með að komast á offensið. Flottur. Þeir eru bara býði eftir eitthvað myndi gera eitthvað. Úsh. Það er að leita þessum counter hits. Ok, hoppni. Þessi sverð líka, þú veist, hann er með svo mikið range Ég á veit. öllu, bara í öllum hæðum, sko. Þarna. Hann getur lamið hvar sem er, sko. Og Líf veit nefnilega að spila svolítið langt í burtu. Hann getur grætt á því. Þarna. Annan? Já, já. Þannig að hann er nú búinn að læra það að verja þetta. Já, hvað er á hann? Sjúkett. Er þetta punish? Gæti verið. Ush. Þarna, ok. Þetta með þetta? Ekki alveg. Ekki alveg. En þarna vissulega. Allt sem þurfti. Heyrðu, 1-1. Riceman. Það líti ágætt að vera út hérna. Riceman chili show hérna. Er ekki stemming í stúkunni? Það er hurðin lokuð, ég heyr ekki til þeim. Hurðin lokuð, en við vitum að menn eru í stemmingatunni. Já, þeir eru reglulega. Klappandi kátir hana. Þarna, vegginnir. Ég held þetta ræsgræðið á þessu, sko. Hann er bara símanum. Unga kynslóðin. Einmitt. Strax kominn, 60. Vá. Maður blikkar á þetta gerist, sko. Já, hann er alltaf að halda áfram hérna eftir Wolbergi. En því miður droppar því. Gott step. Það er ekki alveg að kapitalisera. Nei, pariðið. Nú geta pariðin komið sterk inn, sko. Uish, báðir í hópni. Eitt er aðeins betur en hitt, held ég. Já, gott blokk. Þetta er Þetta var vel gert hjá honum. Góð nýting á rageinu. ekki smá. Þú stabilisera komboð. Hann hefði snúið öfugt nefnilega, hefði hann ekki gert það. Og þá er meira líkur á hann droppið því. Núi! Hann sagði bara stopp. Rice er að líta vel út Já, hérna. hann er ekki að lega um að koma upp með neitt. Ekki, hljóð bara inn í sverðið hann. Ok, sama hérna, reistræfið. Var ekki þriðja veginn. Nei! Ég hefði ekki átt að tala um þetta. Nei, ok, þetta er alltaf góð. Rice leit vel út. Hvað er í gangi? Þið þurfa að snúa ykkur beint, strákar. Nei. Klára stendingin. Punish. Blá. Í, heyrðu. Já, hann getur semst punisha þessu með þessu sparkið þarna. Þetta er ljótt. Springi ekki hérna gott. Nei, Já. því miður. Kúnaði í gegn. Þetta er svolítið breka fyrir Chili núna, en hann laður af stað. Og slide. Legt. Blokk. Bakka aðeins svo mikið og ekki verja nóg mikið. Nei, henni. Það er að halda eiginlega aftur og bak og á ekki réttum tímum. Það er gott kombo. Það er svona punishin á Ég hreinu, ætla að segja að þetta ná að veggnum. Ég vissi bara ekki hvað veggnum var. sko. Nei, mitt. Hún er komið niður. Þeir eru á ground floor. Þetta hefði ekki endað þetta. Heyrðu, ok. Reistræfið er búið. Ná góðu stað. Þetta er það. Og Leo sitt rage inni náttúrulega.
Já, hana. Infinite Kicks. Nei, break, hann er Ekki segja. Þetta má ekki. með pixel eftir. Anyone's game, eins og maður segir. Nó, þvílíkt. Það er að dansa hann af alls, sko. Ekki sem. Já, lukkulega. Tók hann og sætsteppaði, eða sætrólaði. Viljum með sjálfströðstið hérna á milljón. Dræfi, sér aftur. Já, það tekur það. Gott comeback hérna hjá Chili. Hæpilegur. Chili kom inn á 2-1. Karasulega? Nei? Ok, ég ætla að segja hann. Blessi. Takk fyrir það. Ég hef óðunum fyrir þessu mappi, spesifíkt. Já, það er ekki. Ég sá hvað mapp kom. Já, þetta mapp. Þyrlan, með þyrlunum. Já, með þyrlunum sko. Já, þetta mapp er ekki eins og búið að koma í. Nei, við mögum Mótinu ekki svo. að segja þetta. Það er svolítið skemmtilegt, sko. Með veggir sem getur brotnað hennan og ská. Já, og sikur megin líka. Já, þetta er mjög, þeir voru að prófa eitthvað. Þeir voru að reykja eitthvað þegar þeir gera þetta, sko. Það breyta eitthvað til. Já. Wow, þetta er rosalega. Hann er með því veginn og hann er strax Hann er brotinn. farinn. Reynir að parja. Aftur. Hann er einhvern veginn ræðsnaði nógu mikið að hitta ekki Já. til þess að lenda ekki í parinu. Hann er að kasta út þessi Agnes, hann. Núna þarf hann að hugsa hérna, sko. Því miður einstæðið farið. Úsh, rosalegt whiff. Ef hann er vegnum. Nah. Hann var að reyna að dökka eitthvað. Kom ekki. Vel gert. Stór. Gettu vegur. Og hana, unscaled. Ok, flottur. Já, flott. Almennileg. Takk, Stefán. Bang, bang. Það er perfectinn mér sem. 7 golden letters. Nei, 7. Já. 6 eða 7, ég man það ekki alveg. Loftinu. Fyrir við í gegn. Nei, hann heldur hún um veginn. Ég held það sé fínt, sko. Þetta er 8 kombo inni. Chipið. Uss. Du. Heyrðu, þú ætti að lemja loftið. Nei, heyrðu, hann er ekki að klára það. Ræs er að spila hann movement leik, sko. Hann er á hverju. Já, halda sér góður í fjarlæði. Nei, hann fær veggi. Sjá þetta er ljótt. Ósh. Ok, förum við round hérna á Chili. Ég hef trú á Ræs er að fara að grípa hún í póka núna og koma með eitthvað skemmtilegt, sko. Já, þetta er ekki með það. Þetta er ekki góð byrjun, sko. Nei, ekki. Hann er alltaf bestur þegar hann á ekki verð. Það er þegar hann vaknar. Þetta var leiðilegi veggir, sko. Það er ekkert smá. Þvílík hæð. Man þarf að klifra núna. Já. Góð byrjun. Allar á Já, hárið. sko, það er ekki nógu það. Ég held að hann var að búast við að veggurum væri nær, sko. Þannig að hann var svona, vonast til þess að gæti ekki bakka nógu langt, sko. Já, einmitt. Pika. Ekki alveg. Aðeins langt í byrti. Nei, ekki nóg. 1-50-50. Nei! Þarna verða. Og Chili tekur þetta. Ótrúlega vel spilað samt. Þökkum þessum leikmennum og þökkum þessum leik. Já, algjörlega. En já, bara takk fyrir bæði þeir sem að mættu og þeir sem að fylgdust með hérna Tekken 7 Tekken 7 Revival hérna mótinu. Fyrst að við vorum nú, ég er ekki að vera mjög gátt bara að taka könnun á því. Aðtók hvað fólk vildi, hvort það vildi taka Tekken 8 eða Tekken 7 eða eitthvað. Við vitum hvað fólk vil ekki. Nei, nákvæmlega. En leiðilegt að heyra að fólk vil það ekki út af því að næsta mót verður örugglega Tekken 8 svo við getum haldið áfram með þetta lík og getum klárað hérna önnuna með þetta. En mér skilst það að vera patch núna, þannig að hver veit nema við getum, ég veit ekki, allir geta fengið spirit bomb það að senda á það að þeir gera eitthvað gott. Losa við eitthvað að þessu drasti, kannski nokkur nörf væru held ég velkomin. Það væri það. Ég lofa fyrir hönd
Okkar spilarinn allavega að mæta. Já, það er gott fyrir það. Við mætum allir. En já, þannig að bara takk fyrir að fylgjast með. Næsta mót er sundaginn næsta, 19. eða ekki? Jú, 19. Guilty Gear, náttúrulega Guilty Gear var að fá annað líka patch, en það var vel tekið í það, þannig að það virðist vera að fólk sé mjög ánægt með það og ég sé góða mætingu, eða góða skráningu allavega. Þannig að við bara, ég hlakka til að hitta ykkur eftir viku á streymi. Þannig að bara takk fyrir að fylgjast með og við sjáumst í næstu viku. Bless, bless!